mómentið þar sem ég bara svo kveiki á steininu og læta það rúlla, sko. Já. Herru, ekki bara byrja það? Jú, gerum það. Það er rétt aðtöga hvað þú dettum inn á tubið. Varstu bara að posta á svona eitthvað? Ég var búinn að bara posta, þú veist, að við yrðum live, þegar ég skal posta sem live. Svona, hérna, Má einhvern svona, Steinar og Benni vikunum. Aldrei, afsins. Gekka. Það er hægt að púla þetta corny ass, ég er alltaf Já, fyndið með stendur en ég ætti ekki að vera að gera þetta við bossið. Den að bryggja þetta. Já, Nei, þú sérst. Það var ekki klíka. Herru, við nöglum þetta bara. já. Já, kæra hlustandi, það er 15 lótan sem heilsaði ykkur á fallegum vikudegið, mekk, fullu bátur og drekk hlaðin dagskrá, ekki satt, bygg minn. Aldeilis. Herru, það er góð gestur í stúdíónu. Það er Steinar Bergs, Norðurlandameistari í MMA og Benedikt Gylfi Eiríksson. Ég var næstu búinn að segja Einarsson. Hver er, sko, Steinar er Norðurlandameistari. Hvernig ætti ég að kynna þig inn? Hvað er það svona þitt besta og mestasta? mest afreki mitt er örugglega bara Íslandsmeistari. Íslandsmeistari. The champion. Champion. Já. Herru, Biggi, við erum einu gaurinn sem ekki tjampar. Já, við erum að gera eitthvað betur. Já. Þú ekki með þessi 50 lóti champ, eða hvað? Herru, ég ætla að, Það var nóg sko. þetta var ekki nóg kontrast, en ég glemdi að gera belti. En við vorum bara samþykkja að væri belti, þannig að ég var bara eftir að fá það. Það var ekki nóg kontrast, eða? Nei. Hestaveikur, sko. Það er engin Ég myndi náttúrulega að hann opnaði barndagann á bara oblique kick. Já, Fyrsta sem hann gerði, bara oblique kick, bara beint ásendingur. Fyrsta sem hann gerði var bara hamra, bara beint á hryggjarsúluna mína og þú tjókið og bara greikja mig til fjandans. Þetta er fyrsta MMA-dáti sem ég hef æfið mér að horta á svona live og mér fannst þetta svo óþægilegt. Og ég hefði ekki eitthvað að kveina þarna á gólfinu svona. Það var mjög svona, Það er ekki að gráta búndið það. já. einhverju. Það var stæðinlega verst, sko. Já. Maður kildur í maður. Já, ég veist, bara sjá það, mér finnst það umrægt. Malika tókst lótuna með mig og alltaf. Þú ert alveg helviti hávær inn í búrinu. Já, bara ég fann alltaf grenja þarna móti andrufisku. Þetta var fucking vond sko, mér var alveg svo bara illt í hendinni bara í einhvern mánuð eftir það sko. Já, var það fyrir þetta Instagram-vídeó þarna? Já, Já, ég með þetta. Það var mjög gott. já, Ég hugsa að þetta sé bara svona topp 1, topp 2 minningar mínar. já. Það er bara eitt mínum uppáhalds. Þegar Steinar kom með mér í gólfi og þú varst þarna bara Steinar, Þetta er bara draumur minn sem kameramaður. Svo, En mér langar núna að þið búið með Heklu. Við þurfum að gera leiðina búið fyrir annan. Eftir 1,5 viku. já, Og- það myndi svona laga orðspor mitt eftir skandalinn 2. janúar. Já. Bara. Nei, já, við þurfum að hérna taka leiðina búlum með henni. Já, Já, ég skal stíða inn í búl með henni. Okay. Ekkert mál, við glímum stundu. Ég á fullan séns. Hef fullir róður. Herri, það er ógeðslega mikið sem við þurfum að ræða. Það er hérna UFC 324, eftirmálar, Þorgils sigraði bardaga hérna í Tælandi. Ronni var að vinna Algarve. Já. Má ég segja svolítið um Ronna? Já. Við vorum að ræða hérna í áramóta annálfum. Ég var að tilnefna hann sem boxar ásins. Þá fengum við komment frá chatinu að Ronni væri bara að keppa í B og C flokki Já. og var svolítið afskrifaður úr þessari umræðu. En sko málið með það er að Ronni er bara búið með það fáa bardaga Já. að hann er bara automatically, þú veist, skráður sem þá C eða B. Þú veist, það er C eða ekki bara 0-5 bardagar, svo B hvað 6-15 eða eitthvað. Já, 5 upp í 15. 5-15 og eftir 15 þá fer ég A. Málið er bara að hann er ekki búið með nóg marga bardaga til þess að geta verið skráður A, en hann er svona að fara út á þessum mót og bara pakka saman einhverjum margföldum landsmeisturum frá fleiri og fleiri þjóðum sem eru allt A-klassa andstæðingar með, þú veist, eins og gæi núna sem hann vann hérna Írinn, írskur meistari, já. En hann var, ég held að hann var þrefaldur írskur meistari og eitthvað svona 6 erlend stórmót eða eitthvað. Það var eitthvað smá rugg með þessar tölur. Var ekki alveg? Já, hann var fyrst kallaður 6-faldur írskur meistari, svo kom í ljós. Já, svo kom í ljós að hann var vist bara þrefaldur írskur meistari með einhver 6 stórmót, 6 stórmótum,
búið með held ég yfir 60 barda, þannig að þú veist, að segja eitthvað að Ronni sé bara B og C class fighter, en það bara bull. Það var nú samt aldrei sagt. Ja, en það var, komum það kannski frá þér. Nei, ég var í sattunum. Mjög skemmtilegast að fylgjast með bóksröðunum. Ronni er mjög flottur strákur og þess vegna líka, hann er að rústa þeim svona. Þeir eru líka bara í B, en svo líka rústa hann þessum með 60 bara, stóð svo ógeðslega vel á móti honum. Þannig hann er alveg, það er aldrei verið að segja að hann er ekki á því leveli. Það er bara, upp á annálinn að gera, var það, með statistikinn. En eins og þessum mótum sem tala svona unnið á síðasta ári, það var bara mótið algjörður neysluboltinn og eitthvað svona afskrifa sem eitthvað svona B og C finnst mér svolítið rangt. Við erum ekki alveg að gefa honum hans dús, sko. Nei, hann er sterkur contender fyrir hnefileikamaður ársins. Já, þannig bara. Já, strax í janúar. Hann getur líka bara þeim sem að færa frá sig, sko, hann getur ekkert breytt. Nei, það er rétt, sko. Þú veist, framistæðan er alltaf framistæðan. En Artem var hnefileikamaður ársins og hann átti það svona líka skilið. Það skilið, sko. Já. Þannig að, er þið Biggi? Já. Aldrei svo vant, þá ætli leið var að velja. Á hvaða umræðu ef að byrja? Kannski bara byrja að ronna, finnst þér góðan þangað? Já. Sko, og ég þekki Algarve Cup ekki mikið, þannig að Biggi og B2. Benni, þú heyrt þetta mót á það? Já, eitthvað held ég. Bara mjög lítið. Ég frétti svolítið mikið af þessu móti núna. Það eru nokkrir úr einum klúbb sem ég fylgi í Noregi. Þeir voru að fara og Martin Skóheim og nokkrir frá Alexander Hagen sem er þjálfari í Noregi. Þeir voru að fara á þetta mót núna. Og svo náttúrulega Ronni. Og ég var bara svolítið að fylgjast með því gegnum það. Lúka alveg bara eins og heldur fínt mót, sko. Þetta eru opnið flokkar, eða ekki? Jú, það hlýtur að vera. Ég lúkaði allan ekki eins og neitt svona CBA mót, sko. Nei. Eða ABC mót. Hvernig sem þú vilt segja það? En já, þetta var alveg alveg held ég, sko. Já. Við tók hann 2 bardaga? 2 bardaga, mætti Frakka Pablo Serrano í fyrir bardaganum og svo sem Tommy Fitzpatrick í úrslitunum. Það er svo víst. Vann allar lúturnar á mótinu. Og það sem ég horfði bara svona, þú veist, klippur sem að pappans var að posta. Hann bara, þeir hitta mig. Hann bara dansar hringi í kringu þá og þeir bara hitta hann ekki. Þú veist, þetta er bara svo fótaverðina svo flott og bara, þú veist, hann einhvern veginn nær bara að koma sér ekki neinu vandræði í bara allar þessar lútur sem hann tekur. Og það var heimsmeistari Charlie Edwards sem er WBC heimsmeistari, rankaði nr. 8 í heiminum í sínum þyngdarflokki. Hann var hann bara að horfa á mótið og hann labbaði upp að Ronna bara fyrrabræði, world champ og fór bara hrósunum geðið mikið, einmitt fyrir fótavinnuna og skarpa tækni. Þannig að það var svona, já, góð viðurkenning fyrir Ronna að þessi gæði bara sérstaklega fór upp á honum og gaf hann props, sko. Það er ekki. Það er samt að vinna bara alla lúnar. Þetta er líka bara snert hann ekki, anstæðingar. Skorkartið á móti Frakkanum var líka eitthvað, þú veist, 10-9 fyrstu lótunar, síðan voru 4 dómarar með 10-8 í lótu 2, 3 dómarar með 10-8 í lótu 3. Ég sá ekkert meira heldur en þessar klippur heldur en ef þetta er svona ákveðið þá hlýtur það að vera svona ákveðið. Já. Hefur þú einhvern veginn sparraði Ronna? Nei, því miður. Mér finnst ógeðslega gaman að hreyfa mig með öllum þótt að ég sé mikið léttari en ég. Bara að fá svona að upplifa alla svona persónulega. En ég hef aldrei fengið að hreyfa mig með honum. Það er bara þetta hefur. Er hann ekki búinn að æfa út alveg með einhverjum? Jú, hann var alltaf út í Bandaríkjunum. Kanada held ég líka. Það er bara eitthvað til Las Vegas. Og hann er þarna í þessu stóra gymmi sem að Davíð. Hvað heit það? Navarro. Já, Navarro gymmið, já. Það er þjálfarinn, ég man ekki, Nacho Navarro. Nei, það er bróðurinn. Jose Navarro. Jose Navarro. Já. Og svo er þarna sonur hans einhver prófgæði og hann er búinn að vera mjög mikið þarna í gymmið hjá þeim, sko. Þetta er sömu gaur og Davíð var hjá það. Davíð fór út á sín tíma, sko. Það er gaman fyrir Davíð að fylgjast með honum, fara þangað út og vinna með sínum gömlu félögum, sko. En svo voru einhverjir með honum í horninu, það var John Warburton sem var lengi vel yfirþjálfari enska landsliðsins í ólympískum hnefaleikum og átti stóran þátt í stórmedaljum Amir Khan og McCormack bræðranna, fjölmargra annara. Hann var þarna með Ronna og Davíð í horninu og var nýhættur með landslið Indlands og nýtekinn við yfirþjálfun belgíska landsliðsins. Og með þeim var einnig Chassa Collins sem er búinn að hasla sig völl í atvinnumennsku á Englandi, virkilega reyndur.
Þannig að Ronny er alveg bara, þú veist, Það er góð hund. góðum höndum og hann er greinilega bara algjör svampur af því að hann er bara að drekka í sig fiskuna frá öllu þessu fólki, góða fólki sem er í kringum hann. Það sést bara á árunum, bara, þú veist, þetta, þú veist, Ronald Bjarki, remember the name, sko. Að þessi gæi verður stór, sko. Ég er spennt fyrir þessu. Þetta verður geggjað. Ég óskum Ronna innilega til hamingju með fyrsta gull ársins. Á góðum móti. Keep him coming. Geðveikt. Herru, ef að horfðið þið á UFC-helgina? Það var ekki áskvörg en ég búinn að fara í gegnum þetta alveg. Já, ég skoði þetta líka, ég ætti ekki að vaka neitt. Herru, áður fyrir nokkuð. Ég gleymdi næstu því að við ætlum aðeins að diskutera Norðurlandamót. Við ætlum að gerðum það upp í síðustu viku. En þú ætlaðir að koma í þáttinn þá, en hvað, þeir töfðust eitthvað á leiðinni eða eitthvað? Ég veit Nei, ekki. Var ekki hann fekk hjartaáfall. Já, hann fekk hjartaáfall, ég var að gleyma. Nei, einmitt. Biggi. Skóla. 10 mínútur og skemmti tvísar á þetta. Já, djöfis klúður. Ok, mér mynd bara að Biggi hefði sagt eitthvað. Nei, þið var ekki cancel á flug? Jú, það líka, já. Já, ok, þannig að það var ekki. Það var alltaf komið. Það er ekki bara hjartaáfall. Nei. Þannig að þó að Biggi hefði bara harkað hans í hjartaáfallið. Það er komið. Nei, ég skil. En hvernig var ferðin og Norðurlandamótið? Ferðin var alltaf bara dettur, sko. Það var mjög flott mót. Kom bara helviti vel út úr þessu. Ekkert smá. Allir upp á pall og ég og Lógin alltaf með gulli. Það var bara mjög gaman, sko. Það var frábært. Nákvæmlega. Hvað þú fórst beint í úrslit. Var það því að það vantaði í flokkinn? Það var bara 2 í flokkinn. Já. Og var það efnilegu gaur sem hvernig leiðir? Svona... Já, það var vist mjög góð strækir, sko. Viggo Axelsson heitir hann. Hann var ekki menn en að barda á Tapology, það er bara 3. Það voru báðir sigranir með DKO. Svo kíkti ég á smoothkop hjá honum. Og þeir gerði alltaf á smoothkop. Það var með eitthvað 4-5 KO. MMA? Já, ok. Já. Og hann búinn að tapa einu barda held ég á Decision. Ég líka fann alveg, þú veist, hann var alveg höggþungur, sko. Það var nefnum hann og hann vildi stræka hann. Já, það var mjög góður gæði, sko. Ég er sáttur með að hafa hann að klára hann í fyrstu. Já, en líka henda þér þetta bara mjög vel að fara í strækir og ekki einhvern gæði sem ætla að beint að skjóta í lapp. Ég var alveg tilbúinn að fá eitthvað til að skjóta hann út. Finnst ég alveg búinn að bæta með helling, sko, í hinnu. Fyrir söbbaðir Loga á æfingu fyrir... Já. Hann söbbaði mig kannski 2 á saman degi, en þú veist... Já, við tökum það. Er það alveg að gerast svona að menn sé að söbba Loga? Nei, eiginlega ekki, sko. Er þetta fyrst skipti sem við söbbar hann? Vannslega eftir ógislega Nei, þú veist, ef við náttúrulega varum yngri, þá voru bara kannski aðeins meira fram og tilbaka en ég söbba hann ekki í glímunni, þannig að við bara skutið á mig. Það var bara gild? Það var einhverju ninjatsugi. Já, ok. Svo stóðum við upp, sko. Hann vildi ekki tappa, hann var alveg rauður í fremst. Ég var alveg bara, oh shit, hann er að fara að skjóta á lappina mína svona. Ég er bara ánægður, ég ætla bara að leyfa lót með að klára, sko. Shit. Já, ninjatsugi er að koma svolítið sterkt inn, fyrir mér. Já, ég er líka með langar hendur, sko. Já, það er eitthvað ömulegt að glíma því. Það er eitthvað rosalega. Nei. Já, kannski mætist þið á okkur móti. Þú ert að glíma eitthvað á þessum bjöðuð í mótum? Núna erum við náttúrulega að teppa rosalega mikið, sko. Við erum að fara út, við erum náttúrulega að fara á Glacier. Svo erum við að fara út held ég lok mars líka, þannig að það var lítill tími í það. Já, ef ég hef tími þá vil ég alveg mæta, sko. Já. Teppa alltaf. Nú man ég ekki, var búið að tilkynna... Það er ekki búið að tilkynna þig, en þú ert að leika sig í þættinum, þannig að Bjarki getur svona ekki skamma okkur. Nei. Ég sagði við erum að fara. Já. Sorry, við snefnum nefið hérna. Já. Já. Þú ætlar að reyna að skella guldinni. Við vorum búin að segja, þið segði, bæða við, þið segði vinsti fætirinn á kardin. Einar Bergman, ég var bara, what they saying fuck me for? Já, við vorum eitthvað svona, já, ég veit ekki, kannski, það kom frá mér, sko. Nei, bara svona, þegar maður var að skoða svona, þú veist, maður var svona að pæla svona hver er svona byrjunarfætin eða eitthvað svona, þú veist, hver eru fyrstu fætin á kartinu. Þú veist, það er bara einhvern veginn, allir bardagarnir eru svo stórir, þú veist, að
Kannski væri jafnvel þú sem væri einn af fyrstu. Já, já. Þú veist, Norðurlandameistarinn sjálfur bara. Sem er eiginlega svona ágætt testament hvað þetta er Hvað þetta er ógeðslega sterkar. Já. Ég ætla að segja bara, þú veist, nú er ég farið á fullt af einhverjum MMA sjóum og finnst mér fleiri, þú veist, á netinu og svona. Ég hef aldrei vitað jafn gott amateur card sem er bara, þú veist, 10 amateur fighter sem er bara allir flottir og bara skemmtilega matsaðir upp. Þú veist, yfirleitt er þetta bara eitthvað svona, þú veist, eins og maður fyrir á Cage Steel, þú veist, það er kannski 3 bardagar sem maður er svona, ok, þetta verður fight. Þannig er bara, allir bardagarnir eru bara huge. Já. Það er bara sanna fyrir bygga að ég sé ekki minnstir. Já, einmitt. Já. Þegar þú veitir, maður hann taka viðtali eftir barndaginn. Það er nýbúið að staðfesta við mig að það verður því miður ég sem að tek viðtölinn en Biggi fær að éta sokkana sína í ensku lýsingunni. Ensku lýsingunni? Já. Skemmtilega, þú veist, íslensk lýsing fyrir síman og ensk lýsing líka. Já, fyrir live í. Þannig að... Þetta verður líka live á bara netinu? Já. Það verður eitthvað pay-per-view model eða eitthvað? Ég bara er ekki komin svo langt, sko. En það verður allavega lýst á ensku og íslensku og ég held, ég veit ekki alveg uppröðuna eða sem svo, sko. En, já, svo allavega, svo ég best veit, það búið að staðfesta að ég fæ þetta niður. Fimmur. Það get eðlilega gaman labbaðan inn, sko. Herri, chatið er lofandi. Fyrsta kommentið er, sko, ég elska Steinar. Hver elskar Steinar svona ógeðslega mikið? Við erum talað um sko 4 hjartabróskalla. Það er bara svolítið. Já. Alvöru lög. Já, þetta er, þú ert að fá alvöru lög þarna úti. Og svo er þetta sko smá hótun til þín en aldrei tala niður til The Stone Man. Ég er alltaf komin vandræði í þessu podcasti, sko. Ég má ekki opna munnin og það er allir bara, hvað varst þú að segja um mig? Já, það er sko eldrauður fílukall sem fylgjur þessu. Já, shit. Sko, ástin og hatrið hérna er hundrast að svakalega. Já, tjatti er alltaf skemmtilegt. Já, við getum náttúrulega ekki kannski rætt of mikið Glacier. Þeir voru búin að fara hérna Nordic saman. Já, við fórum svolítið vel í gegnum þetta. Mér finnst það svo cool finishing sequence. Þú ferði í high kickið úr southpaw, lendir orthodox og kemur þar með víða. Já, hann var að pressa mig mikið, sko, þannig að ég gerði þetta í lútin, þá skipti ég yfir í southpaw. Ég svona feinta út og ég fæði svo mikið pláss. Og svo sést hann fyrir sparkið, fer í kálvaðan líka. Þetta er líka gott svona range svona dæmi. Svo þegar hann er að koma á bítinu inn, þá fer ég í high kickið, þannig að heitir undir handlegg líka. Og svona stjakar hans við á hann. Kemur með bara, þú veist, hægri hendina frá bara jörðinni. Bara heimeikur. Ég hitt hann með djúkum, þannig að það heyrist í vídeónu, það heyrist alveg bara byssukúla eitthvað. Og hann líka, sko, ég hitt hann á hótelinu klukkan 1 eða 2 eða eitthvað nóttina. Það var alveg lokað á hann, það var bara báðum megin. Og hann reyndi svona að opna það eitthvað. Það var bara, það smá í það, alveg raukt. Það var eftir það högg groundipondið? Það var eftir bara ekki. Það er nefnilega. Ég hitti sko bara með hendina svona. Og bara eitthvað nefn. Og þú verðist vera komin svolítið meir kraft svona heldur en þegar maður sjá þig fyrst skipti og alveg maður tekur líka bara eftir því maður sér þig og orðin töluvert massahari. Það var alltaf middleweight bardagi sko. Þetta var middleweight? Já, 84 kíló. Já, ok. Hefði nú örugglega farið í 80 kíló en feikir og alltaf voru að fara þar sko en ég tók 84 kíló. Þessu fyndi ykkur mjölnismenn bara til maður hefði. Þú eru þessi flokk. Veitu, var Logi Geirs ekki middleweight? Logi Geirs var super middleweight, já. Hann var middleweight í Singapore, heldur. Nei, hann var 88. 88 og 93. Já. Hann svo bara hoppaði hann upp í annan flokk og tók það fucking líka. What a man. Hann fór í úrslit þá bara á föstudaginn. Já. Líka. Já. Frekar trillt. Fekk ég nógu langa tíma í fyrsta barndagi, þannig að Vildi fá auka 15 sekúndur í búinu. Mér er gaman. Ég kom eftir bandaginn minn. Ég fór bara beint inn, þú veist, ég hringdi pappa. Bara, gaman. Svo fór ég bara inn á hittu og leiði hann að nýjast á mér.
Mér er svo gaman að sjá hvað Logi breytist í mikla skepni þegar í búrinu. Af því að hann er svo eitthvað svo stiltur og trúður strákur. Þegar maður heitir hann bara venjulega. Svo sér maður hann að lemmi einhvern gaur með ground and pound og öskrar bara eitthvað í kamerun og maður er bara holy Ég er líka sko, þessi gæði sem voru á móti, sérstaklega fyrsti gæði. Ég byggumst alveg við alveg góðum gæði. Já. Já. Gerði sitt sko. Bara strauja hann bara. Já. En hinn gaurinn hann tók low kick á hann og sneri hann alveg í hring og hann eitthvað svona brosti, svaraði bara með eitthvað tveimur gegnum spörkum og tók hann svo niður. Þetta var bara eitthvað óöfnilegt tæming fyrir Loga. Þannig að svo lendi hann alltaf hann að sidekickinn og highkickinn senni gæði líka. Það voru að drilla mikið á stór hættulegt sko. Shit. Já, ég var aðeins að pæla sko, voruð þið búin að ræða kannski þegar þú lendir þarna vinstrikóknum gegn þínum gaur. Varstu lengi? Já, sorry. Varstu lengi að fatta hversu vankaðar hann er? Það er svo mikil sveifla, ég er svona fetal og svona off balance og það er svona stiðið mig við búrið. Og svo heyri ég líka bara í ómveðari, byrja strax að öskra. Og ég sé bara, munið eftir Robbie Lawler, bróðurinn McDonald. Þegar hann brýtur á hann nefið og hann svona bara winsar svona, kom saman svona á andlitaðan og þá bara fatt ég, oh shit, hann er bara, hann er búinn og þá bara, ég er búinn í veldan. Stúda. Þinn númer 1 Steinar-fan. Takk honum fyrir frá mér, takk. En þessi aðdáandi sem vill ekki segja mig hver hann er. Já, þessi gæi sko, ég er ógeðslega hrifinn af þér. Og Ég er hrifinn af honum líka. já, ég spurði þinn, hann bara, ég nefnir góðan Steinar-fan. Hann er bara aftur eitthvað svona leynilegan aðdáanda úti. Gruna hver þetta er. Já, það. Sem þú gefur inn. Já, svo er We're Boxing Smart með komment sem ég geti miður ekki lesið. Bara, let's keep it simple, hvað er? Skjóta mig einu fyrir menn. Nei, þetta er ekki mín. Nei, Skjóta sinn mann, nei, herru, þetta er þú, sorry. En hann skjóta mig. Já, hann er skjóta þig. Herru, graðasti MC landsins, staðfestur á GFN. Let's go. Það er þú. Já. Já, ég held fyrst að þetta væri til mín sko, ég bara, ég var að lesa þetta sko. Geðveikt. Góð ferð. Við erum svolítið búin að ræða Norðurlandamótið. Hvetjum bara hlustundur til að fara tilbaka og hlusta þann þátt sem næst það síðast þáttur. Já. Það var allt inn á Spotify. Alltaf Spotify. Ok, aftur úrstafrið eða? Já, vantarlega. Býst við því. Já. Champ þarf að verja, sko. Já, það er rétt. Sér þið fyrir að fara að próf? Eitthvað svona í framtíðinni? Eða svona náinni framtíðinni, fyrir svegar? Það drífa mig sko. Nei. Fyrst var ég rosalega græður að komast bara gegnum ámatur. Já. Það fattar maður að það byrja að lögru verður maður heldur kannski. Það var að leggja inn inn það. Já. En það er þá bara 20, það er bara minn tíma og ég veit líka að hann er fyrir próf, ég fara að taka mig niður og söpa á, síðan það sé ekki veikleikar sko. Já, svona, þú kannski veist svona hvar veikuleikinni liggja og... Já, það eru náttúrulega, þú veist, alveg talsvert búin að bæta það og ég myndi alveg treysta mig núna, þú veist, til að mæta gæja og gera tekja niður og söpa hann, sko, en það er með það góða klínu félaga í mjölunni, sko, þannig að það er mótið Mikka og Gunna og Loga og allt þetta er alveg helviti góða reynsla, sko. Já. Er Gunni mikið að klíma við? Hann er náttúrulega með á positionalaga núna, sparar líka við ykkur alveg talsvert. Já, ok. Nice. Klikkað. Herri, ef að vinda okkur aðeins yfir í UFC, þetta verður svo langur þáttur sko. Þetta verður tiltið þáttur. Steinar, þú horfðir á eitthvað en ekki allt. Ekki allt kartið í stræk, en ég er búinn að horfa á flest alla barndagana. Já, við tökum bara mennkartið og segjum þetta gott. Og Benni, þú ert alveg með á nótunum. Já, ég skoði allt sem ég gat. Djúvill, God I like it. Hvert var eitthvað svona fyrsta hugsun eftir barndagann hjá Justin Gaethje og Padma? Djúvill elskar Justin Gaethje þá. Fyrsta hugsun. Let's go. Ég bjóst alveg að Paddi myndi skjóta á það sko. Hann sé alveg helviti góða restur á Gaethje og bjóst samt því að hann myndi, þú veist, reyna að komast í jiu-jitsu exchange sko. Einmitt. Það var skali, hann skaut ekki takedown bara fyrstu 3 lótunar eitthvað, það kom eitthvað eitt af það. Gerði eiginlega bara svona til þess að bjarga sér. Hvað ætli gameplanið hafði bara verið að í alvörunni að reyna að boxa við? Ég held að Paddy myndi taka þetta upp á að vera með, þú veist, gott gameplan sem hann myndi fylgja en
það greinilega fór allt í raskat. Mér fannst þetta líka, þú veist, ég horfði á eitthvað svona, ég reyndi að sjá það sem ég gat að badda á honum og mér fannst strækingið hans bara ógeðslegt. Það var bara ekkert eðlilega ljótt, bara alltaf með hökuna eins og hann var að horfa upp á þak og, skilur. Og það var einmitt skrítið, þú veist, hann var, þú veist, yfir á strækkantinni í einhverjum lotum, samt með þetta ógeðslega ljóta stræking og maður var bara eitthvað svona, þetta er ekki champion. Hann hlýtur að vera bara ekkert eðlilega óþægilegur. Bara, þú veist, svona awkwardness. En þú veist, það getur ekki verið að, þú veist, Justin Gaethje er náttúrulega reynslubolti, veit, þú veist, hvað er bara með þrjú eða 5 töp. Ekki mörg allavega. Eitthvað svoleiðis allavega. Já, 5 töp, þú veist. Það hlýtur að vera, hann sé bara eitthvað super awkward og erfitt að lesa hann. Af því, annars hefði Gaethje bara steinrótað hann, þú veist. Já. Og helvítist sinnið á stráknum. Hann er alltaf skáð sig, sko. Já. Ég er til í að því að hann var svolítið pirraður yfir því að það var ekki hægt að róta sig og hvernig það var ræðið á stundum. Ég hugsa sko, einhverjum tímóti er ekki bara betra að vera rótaður. Já, frekar sjá bara hvernig hann var bustið hann í framhans. Það var bara, en sko, saman tíma, ég var að horfa á það og var svona, hann hefur ekkert tekið mikinn damage svona í gegnum UFC-fyrirlið sem tannlæðis. Nei, þetta er neitt. Nei, þannig að hann er búinn að vera bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað mætti King Bobby Green, tók hann bara niður og... King Bobby Green skaut í fellunir. Já. Hann bara... Það var að lúta að stræking var bara óþægileg. Vissi ekki alveg hvað hann fyrir. Já, getur við. Já, bara... Ég held samt líka, þessi sko Patti í weigh-in. Já, hann leit ekki vel út. Sko. Og sérð munin þannig að var hann mótið Chandler. Sem er þú veist líka explosive og högþungur. Strækingin var svo direkt og bara þú veist, stöðugt á hann. Núna var hann miklu meira svona, hvernig maður lýsa því, svona bara all over the place. Ég held að það hafi bara verið þungt cut sko. Það hafi bara verið það. Hann lúkaði bara eins og dókustíðana í vigtunum. Já, þetta er vel upp. Það var margir sem litu illa út í þessari vigtun sko. Ég er ekki lýsing á að vera eitthvað pásaðar frá UFC, menn glemur hvernig það var kutta. Fucking Callum Smotherman bara Já, það voru vitið á Facebook. Já. Timing bara, it's not hard, is it? Oh shit. Það er ekki hægt að skripta þetta betur sko. Nei, en alltaf þetta sé samt sko, er Patti að fá kannski pínu baki hvað hann leifir sér að blása mikið út milli barða? Það sem gerði ekki núna eins og hann hefur gert vanlega sko. Já, hann var lengur tíma fyrir þetta cut heldur en hann var með fyrir Chandler-bardagann. Hann var allavega ekkert komið og sagt að honum fannst þetta eitthvað umrætt. Hann talaði mjög vel þetta cut frá því sem ég sá. Það er ennþá líka stór lightweight sko, meira alveg. Já, Við vorum tala með það í uppbyttum síðustu og við vorum að skoða þarna bara tölurnar hvað það verið hávaxnir og við vorum bara, þú veist, samkvæmt UFC-gögnum er bara Gaethje hávaxnari en Patti. En málið er að Patti stendur einhvern veginn svona og hann hefur staðið svona þegar það er að mæla hann. Svo bara tegjar hann úr sér og miklu stærri en Gaethje. Og þegar hann mættust þarna í prómóinu og voru að gera prómó, þá stendur hann svona eins og spurningamerki. Hann sagði að hann væri eins og þarna gaur úr Men in Black eitthvað. Já, ég meina alveg. Og svo sagði Gaethje bara, wow, you're taller, þegar þau tóku seinna, þú veist, face-offið á sviðinu þarna. Þegar þá var hann búinn að laga póstur sér, þú er ekki stærri. Þú veist, hann hefur bara mælt bara hann höndst í mælingu þegar UFC. Og þeir hafa bara mælt hann, þú veist, bara einhverjum 5 cm lærri en hann er í raun og veru, sko. Af því hann er stærri en Gaethje. Já. Já, hann bara teygir úr sér. Áhugavert. Varstu þú ekki líka með eitthvað samsæriskenningu þennan barða? Jú, ég er alltaf með samsæriskenningar, sko. Það er bara að Patti hafi bara verið sagt að ekki skjóta takedown, bara stræka við hann. Fyrsta Paramount og, já, og eitthvað þannig. Og þetta hafi svolítið verið sett upp fyrir Gaethje til að vinna og núna mun Gaethje vera champion með beltið, American og fara á Hvítahúskartið. Og ég veit ekki, bara, þú veist, stundum heldur maður að þetta sé kannski bara scripted íþróttir, bara yfir höfuð. Og svona hlutir, bara veist, ég held ekki, þú veist, en ég held ekki að þjálfarar Patti hafi ákveðið gameplan að standa og strækja með Gaethje. En það har alltaf verið eitt sterkasta hjá Patti, bara gameplan. Kemur inn og er bara með mission. Gerir bara akkurat það sem maður þarf að gera alltaf vinna. En núna bara strækja hann við Justin Gaethje. Næstu ekki betið neitt sem sko. Hann eitthvað bara aðeins fyrir sér sko að hann hefði verið kýldur í solarplexusinu og það hefði breytt já, svolítið skemmtilega. Okay. Mega það sensið það? Já, það er svolítið að fá þarna, við spilum svona hér, já, yfirfærlegt.
Hvað það bara í fyrstu lótu? Já, hann sagði það. Hann sagði það. 5 lótu bardagi, það halda á þessu. 4. eða 5. Þannig er búinn að geta þetta mörg högg að myndi breyta stefnu. Já. Já, allir sé þannig að allir sé erfiðar að eitthvað svona stokka upp glímu og striking. Ofta svona draga mikið úr tanknum. Já. Hvað það er svona, getur vel verið. nú þarf ég annarkost að strika eða glíma og eitthvað. En hann er bara svona frekar lost fyrstu 2 lóðuna. Já. Þú kemur hann sterkur inn í 3. Af því að það er eins og Gaethje hafi bara einhvern veginn ekki getað lesið þetta hérna smá pivot jump og það er einhvern veginn, hann siglir ógeðslega vel áfram á því sko, Paddy. Já. Síðan fær hann alltaf þetta iPoke í lótu 3, eða ekki? Það er í lokinu annar lótu. Aha. Og þú veist, Jú, hann er númer 2 hann fær iPoke, hann fær iPoke í fyrstu lótu og þá er Gaethje varaði við og hann segir við hann bara, þú veist, einu sinni aftur og tekið automatic stig. Svo gerist þetta í lokinu annar lótu að hann, þú veist, Gaethje fer í 1-2 en einn hjá honum fer bara á spilmallinn, bara í auga á honum. Svo er hann sleginn niður þegar hann átti að fá 5 mínútur til að jafna sig, átti að taka stig af Gaethje og en þá er hann kýldur niður í gólfið þar sem hann étur þunggrann á hausinn og þegar hann er að labba á stólinn eftir þessa lótu, maður sér hann er fucking damaged og þú veist, hann er bara vankaður og þar ánáttúrulega bara fara í recordings og sjá bara, heyrðu, iPoke, gefa manninum 5 mínútur, þú veist, en hann er bara ítt út í 3. lótu og ég hugsaði bara, já, það var stig. Ég hugsaði bara, Gaethje bara fyrir að klára núna í 3. En Paddy kom sterkur út í 3. lótu og það er alltaf eina lóta sem hann vinnur alveg bara svona 100% í þessum bardaga, sko. Ég var líka, mér var gaman svona að leiða lótan var búinn, þá var hann bara, that's my round, sagði Gaethje, sko, mjög skemmtilegt. Já. En já, ég er að finna til með Paddy það, sko, að fá ekki sko mínustigið, fá ekki pásuna. Við erum breytt öll, þannig að það er ekki 5 mínútur pásu stiga Gaethje, þú bara allt annan bardaga. Og sérstaklega þegar hann hefur svo unnið 3. lótu eftir það, þú veist, þá er bardaginn bara jafn, eða ekki? Já. En 10-8 jafnvægt út. Ég hef aldrei potað mann í auga. Nei, mitt. Þú veist, og núna með Nordics á reglumundum, þá var bara 1 iPoke stig. Já, Engin aðvörður. fíla Kannski að það er eitthvað, þú vísbending að það sé stefna, ef það er í amatörseninu, þú veist. já, 1 iPoke búið bara Ég stig. bara fíla það mjög mikið, ég meina Jim Miller, bara flestu UFC fights og öllum, aldrei iPoke neitt, þannig. Svo er þetta bara, þú veist, flest, þú veist, það er bara sömu gæðinir að iPoke aftur og aftur og Gaethje hefur alveg gert þetta áður, sko. Gaethje hefur alveg, menn, sko. hann er mikið í því að sko að freyma með hendinni. Þú veist, hann tekur aftan á hnakka í, þú veist, þetta er setja buffgötta mjög, þú veist, í litlu distansi og er mikið að freyma á andlitið. En hann gerði það til að byrja með, þá freyma hann alltaf bara með hnúunum, sko. En Ég var að horfa á einhverja John Jones highlight daginn, bara úr einum bardagi, manni, hvort það var hann að Rio til minn síta og þú veist, þetta er bara varnartaktíkin hans. Bara, þú veist, leið hann kemur inn, þú veist, þá er hann bara puttarnir áfram. Og menn hafa bara komið svolítið upp með þetta í gegnum tíðina. Það bara, þú veist, og svona sömu karakterarnir aftur og aftur. ég get að jabba og bara svo beint fram á puttan. Hvað segir þú? Brjóta puttan. Já, Eða bara puttar. einhvern veginn hérna. Hver var það sem gerði það við Jones? Var það ekki Rampage eitthvað? Hammer fyrst Já. Jones bara á. Og já, þetta er geðveikt múf. Ég fíla það. Hérna, hvernig skoruðu þið bara? Ég skoraði þetta 49-46. Bara eina lótu, bara friðið. Já, Ég skil alveg að það væri hægt að gefa Paddy 50 líka, sko. já. Var þið með eitthvað skóna þessu? Já, bara þriðja definitív Paddy. Já. Það var hann að klárt mál, hann tók friðið, hann tók mögulega, 50. Mér fannst hann líka alveg góður í fyrstu, bara út af að hann var droppur og lendi í vandræðum. En fyrir utan það er hann á strike-countinu, fannst mér hann vera, þú veist, ef þetta eina noktan hefði ekki komið, þá hefði hann tekið fyrstu lótu líka, sko. Já. Það er spurning að Gaethje hafa unnið baldan, samt alveg það. Já. Já. Ég er ekki að finna neina svona full fights neins staðar, þannig ég er ekki með svona scoring skoðanir. Nei. Ég tek bara við því. Já. En allavega þriðja lóta, klálega Paddy lóta, 5. mögulega. 100%. Þú veist, maður hefur séð menn kannski vinna lótur eins og fyrstu með Paddy, þú veist, þó að verið droppaðir bara með nóg miklu ábútti, sko. En ég gef Gaethje fyrstu og aðra á 4. klálega. Svo líka á bara að skipta, þú veist. Sjá andlit á Paddy eftir baldan. Já. Á bara að skipta máli, þú veist, damage. Já. Hvernig lúkkar í smettinu? Á að vera. Takk þú. Já. Herru, chatið segir Biggie,
eðlufólkið stjórnar UFC. Já, það ekki. Skrifar undir það? Já, einhver satanic pedophiles. Já. Það er ekki eðlufólkið, en... Jú. Eru satanísku pedofílarnir, eru það... Já, þetta eru djöfladyrkandi barna nýjandi eðlufólk. Já, ég skil. Og þeir eru bara eitthvað svona... Paddy, take a dive. Já, herru, Ingi Tippalingi. Já. Alveg sama hvort það sé viljandi eða ekki, þá ætti þetta að vera -1 stig. Já, ég er svo. Það er ekkert að fela sig bak við það að þetta sé viljandi. Og þannig líka fáið þetta út í sportinu. Já. Það líka viljandi. Já, ég veit það. Já. Þetta eða þarf ekki að gera nógu mikið það ekki. Já, þannig þá bara að vera responsible fyrir blokk. Já. Ég er enda, sem er ironic sko, því ég er alltaf það hérna byggja ásakanum að blík hikk, sko. Og segja alltaf bara, já, það var sko hliðarspark í magan, sko. Ég bara kunni það ekki nógu vel. Kunstri er viljandi. Ég segja eitthvað, það er smá munur á UFC-gæða sem lítið stjórna vopnum og fyrir. Já. Þannig stöngja yfir engar stjórnum. Jó, það er alveg fair, sko. Hérna, já, það er bara 100% fair. Hérna, Justin Gaethje ætti þá að mæta Topuria. Já, ég held bara að Topuria stút og þeim báðum. Það komst að það sem kom í ljós fyrir mér að horfa hann barða er bara þessi tvei gaurar eiga ekki sens í Topuria. Já, það ætlaði að sé á hvítahúskartinu þá, eins og þú segir. Það ætlaði að vera Topuria, Gaethje, Gaethje. það verði ekki Gaethje, Topuria. Já, það hefði ekki verið ekki. Saman að beltinu. Var ekki eitthvað? Það var ekki þriðja barða á hvítahúsinu. Ég sá eitthvað á Topuria, Gaethje, það Já. getur það. Ég var ekki með það. All-American. Já. Þá líka, veist, Gaethje ekki flatur á hvítahúsinu. Já. Ætlaði að hafa þetta bara alveg all-American card. Ég er bæði búinn að heyra eitthvað, það var ekki sens að vera með rússar, svo er ég búinn að heyra bara Sean O'Malley, Peter Yan gæti verið. Já. Já, ég veit ekki hvernig það er. Ég myndi fíla allt svona Dana er Bandaríkjanna. ásvolítið svona undeserved rematch strík núna, sko. Já. Þú veist, hvað er Lopez og Volk 2? Já. Þú veist, ég skil ekki tilganginn að því. Meikir alveg ekki sens. Nei. Líka bara með hvernig Lopez stóð sig. Já, bara þú veist, Volk mjög þægilega vann hann bara. Já, bara, já, krúsaði bara gegnum þetta. Já. Ræðum aðeins betur auðvitað. Já. O'Malley á móti Song Yadong. O'Malley loksins kominn á svona, já, fann sigur aftur. Kallaði eftir Peter Yan sem er alltaf meistari. Með win yfir hann. Já, talandi svona rematch strík. Er það lógískt að Sean O'Malley og Peter Yan mætist? Það myndi að fá. Já, þú veist, Ég myndi En segja þá er það þeir voru rétt á hann að segja Lopez hefði ekki skilið Volkanovski af því að hann stóð sér svo illa í fyrirbardaganum. Ég meina, Merab stóð sér ekki vel á móti Peter Yan, ákveð hann að fá okkur mikið í drímat. Það bara beltið sér svo ógeðslega oft og að tjá. Það er alveg. já, fritt, skilur, en þú veist, O'Malley, Já. O'Malley, þú veist, tapaði tvisvar á móti Merab og er svo komið með 1 win núna. Það er svolítið svona, á hann að fara strax í þannan eða á hann, þú veist, frekar að kjærs einhvern annan. Sean O'Malley er með win í the champion. Þannig að, Mjög dúbið. já, það var split decision. Já, það var tæm. Maður gaman eftir þetta. Já. Ameríski dómarar eða eitthvað. Skrítið. Já, þetta var skrítinn dómur. Mér myndi að Peter Yan, það er svona í minningunni, þá hugsaði með mér svona, já, Peter Yan vann þennan bara það. En fekk það svo ekki, sko. Ég var líka alveg Sean O'Malley heitir það, sko. Þeir eru svolítið svipaðir fættir. Langir strækjarar og... Tekni bara sem komið. Mér finnst Sean O'Malley hafa unnið svo mikið með því að vinna Song Yadong og því að núna er hægt að bara henda honum í title fight út af hann með þessa history með Peter Yan. Þú veist, ef hann hafði tapað til Song Yadong, þú væri bara feril hans búinn, en hann er allt í einu bara allt opið fyrir honum núna. Já. Hann er þessi stærsti sigurvegarinn á þessu kvöldi þó að Gaethje að fengið eitthvað belti. Ég er ekki til í að sjá O'Malley taka á móti þarna svona á móti Sandhagen, held ég. Þetta er verið til í það. Það var ekki Gott striking og skilur við, Sandhagen er nýkominn af title shot, vantar að fara keppa neðar, heldur hann sem. Og O'Malley þarf aðeins að sanna sig meira. Þannig, þú veist, mér finnst það alveg mikið sens. Já, það er geggjað matchup. Já, akkurat.
það var eitthvað, já. Ég held að bara séu, þú veist, peningar fyrir UFC og Dana White að setja Sean O'Malley í titilbardaga. Ég held að það séu bara of miklu peningar til að bara sleppa þeim. En heldur að væri ekki meira ef hann myndi vinna Sandhagen? Það var það En svolítið. það er ekki sensinn að tapa mútið Sandhagen og hann komin aftur í röðina. Þannig að Sean O'Malley er gullgæs. Þú veist, hann er fan favorite og fólk tjúnar inn á hann í title fight. Amerika mótið Rússlandi maður. Þetta verður eitthvað hjút, sko. Kaldast við. Ég er ógeðslega til í eitthvað þannig White House. Já. Þannig White House stemningu. Svo er bara, svo delicious, skilur, ef allir Rússandi vinna. Og það verður bara svona ömurlegasti 4th of July allra tím. Þú veist, og þá bara svona, labba maður bara bæinn, skilur, og safna tárum til að geta drukkið þeir. Það væri svo 100% sko. Ég fíla það. Ingvar segir, O'Malley er með Dana White privilege og fær title shot næst. Það Það er bara Dana White privilege kemur inn. kennst það svo langt að því, sko. Nenni að stilla myndavelni meira á Steinar. Please. Ef ég hefði vitað að þú ætti svona, ég vil ekki segja stórt, en allavega einn mjög diggan aðdáðanda, þá hefði ég bara sett sér kameru fyrir mig. Já. Það vill einn svona í staðinn fyrir 10 casuals, sko. Já, þetta er það sem við viljum, sko. Ég gæti nú kannski, nei, nenni ekki að mig. Ekki sjans. Já. Mistök hjá okkur að hafa þess svona út í horni, fyrst að það er svona Skiptum sagt. fyrst að það er svona einn ógeðslega hrifinn af þér. Gaman að þessu. Ég var með eitthvað, sko, ég dæmdi hennar bardaga samt þannig. Ég sá vel að Sonja Dong vinna fyrstu 2 lúna. Aha. Já, voru þið ekki á þeim vagninu? Ég skoði 2 fyrir Songjón. Ekki eitt. Nei, bara, nú man ég þetta ekki alveg nógu vel, sko, en ég man að Song lenti fellunum sínum í annar lótu og náði svolítið eitthvað, þú veist, top position í smá tíma og alveg grenda út þá lótu. En svo kom Sean O'Malley ógeðslega sterkur inn í 3. lótu og var bara að smóka hann undir restina, sko. Ég man ekki alveg nógu vel eftir fyrstu, ég verð bara að geta það. En in the moment þá man ég að ég skóla hana fyrir svona mark. Já, við skiljum. En ef við tökum sko smettisdóminn hans Steinars, sem er hérna að bera saman fyrir og eftirmyndir, þá vinnur O'Malley bardagan alveg, þú veist, klárlega, sko. Þetta flying knee fyrir þetta er alveg, þú veist, hann bara, þetta er eitthvað hann pullar út í loka lótinni, gerði það líka mútið vera, smell hittir einhvern flying knee svona, sem hann er svona búinn að sitja á þessu vopni, allan bardagan. Já. Og svo endar hann á einhvern hún. Tjúvillig eru menn að geta þetta, sko. Þetta er eiginlega rosalega. Mér fannst eiginlega svona, komið svona moment í bardaganum. Það sem að Sonja Dong er hann að ná okkur í fellu og O'Malley enda með sko vinstrifótinn minni mig, bara ofan á öxlinni á Dong og ég bara, tjóðis, fokkin liðleiki og að geta svo bara skoppað, skilur, bara með öklan upp á öxlinni á hann. Logi gerir það. Maður er löndin að senda bara, ég er að lyfta upp alveg bara. Já. Og ég er bara, þetta er liðleiki. Það er galt. Það er ekki bara Logi Geirs í markið í hönd. Gæti ekki bara verið það. Það er betra að slutsa því stærn, sko. Þeir eru svolítið svipaðir, Viktor Gísli og Logi Geirs. Já. Það er eitthvað bræðir. Þegar þú segir það. Já. Ætli þið séu bræðir. Báða í þáttunum. Já. Ég var geggir til að henda honum í handboltamarkið og láta eitthvað nekla á honum. Það getur verið eitthvað svona fyrir 50 lóðum að þú töksum. Að við fáum Logi Geirs til að fyrir handboltamark. Já. Já, ég held að það verði alveg erfitt selv, fannlega sér. Svakalega. Já. Það er bara svo kemur hérna handbolti á 150 km hraða. Reynda að sidekicka bolta. Sé eitthvað, en ég fíla það. Allar hugmyndir eru góðar hugmyndir. Eða allan að meðaltali 11 hver hugmynd er góð. Það er þumalbúnduröngin. Geggjað. Þannig að, já, ætli að O'Malley fari ekki í Jan og ætli hann með Dana White privilege, sem eins og chatið segir. Maður kennst langt á því, sko. Já. Herri, Derek Lewis á móti Costa. Just fucking joke. Hvað? Joke thing, sko. Þú veist, ok, hann... Joke thing. Viki. Já. Svona. Græðstu amnett í landi. Já, hérna,
Ok, hann kýlaði niður með einhverju jabbi sem valla hittir og eitthvað. Einhver. Það var óskrítið. Og hann bara leyfði honum að passa gardið sitt. Hann bara setti ekki fæturnar upp á jörðina, nei. Hann bara ákveð kontið bara í side-controllu og nýðið á hann. Bara nýja og belli og Jú, nákvæmlega. Og bara ground and pound hann. Hann reyndi ekki að stöða hann. Ég bara, þú veist, hvað er fjandarnum í gangi? Ég bara hugsa veðmál og svona, sko. Já, það var mjög skrítið. það var mjög skrítið. Ég held Myndi mig á hann ég held, já. að Andrés Silva fór í skriffen. Þegar hann bara lendi jabbinum og hann bara það hitti ekki. Ég held að það hefði hitt eitthvað. Já. Ég búinn að sjá hitt vídeóið sko. Þú veitum að það er sko svona fokkari í gangi. Ég meina, Anders Johnson og púlar að kartinn last minute. Já, var það ekki Skundli, já. Allt einu fóru bara odds bara eitthvað, komið einhver stór bets inn og það. Já. Þannig að maður veit að það er eitthvað sem sitt í gangi. Ísak Dulgarian daginn og FBI er bara með UFC bara í smásögnu, sko. Já. Og svo sér maður eitthvað svona. Derek Lewis bara, hvað? Ég held að Derek bara, þú veist, þessi peptides sem hann var að tala gerði ekki drasl. Lúkaði verri í hendurinn áður og, þú veist, feitar en áður. Já, hann veit ekki Og hann bara nefndi þess ekki. Ég held að hann bara nefndi þess ekki lengur, honestly. Það veist, Hann er búinn að þú veist, Texeira bardaginn til dæmis, þú veist, mér fannst hann ekki, ég horfði á það live, mér fannst hann ekkert vera að lúka eitthvað svona ógeðslega vel. Síðan fær hann bara svona hallelujah hug, eins og hann fær yfirleitt. Og hann klárar Texeira þá, en ég held að hann bara nenni þess ekki lengur. Þú veist, honestly, hann er bara... Það er því líka bara, þú veist. Hann var að láta hann missa rosalega mikið og var bara ekki mennina von fyrir að lenda þessu halleluja. Hann var bara svo hægur líka. Já. Þú veist, super slow bara. Já, en það sko, við erum bara ekki, en bara að horfa á Costa, bara svona rölta fram hjá gardinn hans. Já. Hann þurfti ekki svona joggaði neitt, skilur, hann bara svona Já, trítlaði. hann þurfti líka ekkert að dúsa sig, ég held að Derek hafði ekki staðið. Nei. Bara hreyfði ekki á þessu lappina. Lappina voru bara ylar í gólfinu. Og hann reyndi ekki einu svona að setja fyrir sig gardið. Þú veist, hann lá bara að hann hleypti honum ofan á sig. That's what you say. Já. Þetta var, en sko ég hugsaði sko, að því að Costa kýlaði niður og fer svo í gardið hans og þá Derek Lewis eitthvað, svona eins og einhver afvalta skjaldbaka og svo hafði Costa ekki áhuga á þessu og hann hefði startið upp eitthvað og þá var ég að velta með mér hvort að Costa hefði rauninni sýnt veikleika með að þora ekki niður í gardið. Hann hafði ekki áhuga á, eins og hann var svo vandræðalegur með þetta eitthvað. Já. Og þá var ég að velta með mér hvort þetta væri svona veikleiki í leiknum hans Costa, skilur. Hann sé rauninni ekki með neitt almennilegt top game, sko. Stór hættulegt jiu-jitsu game hjá Derek Lewis. Já. Stór hættulegt. Valdór sýndi nú alveg glímið þetta á móti Spilst í Spain. Þá sýndi hann, þú veist, að hann þarf að nota glíma og getur hann gert það, sko. Já, ég held að Valdór bara, þú veist, hann er svolítið svona eftir að taka þennan stoppnótisbardaga á móti... Þetta er læst. Ég man það ekki. Í desember held ég, tók bara svona quick turnaround eftir að vinna eitthvað. Ég held að hann vann í pólskið. Já, þetta er læst og svo tók Samil Gassiev. Samil Gassiev, já, hann tók Gassiev. Og þú veist, hann er svolítið svona að ræta waveið og er að gera aftur alveg nokkuð quick turnaround. Þannig, þú veist, ég held að hann vildi kannski fá eitthvað meira svona impressive. Þú veist, hann hefur örugglega skynjað að Derek vildi bara ekki keppa. Ég held að hann hafi fattað þetta er svo auðvelt samtið að af hverju ætti ég Já. aftur og þetta bara áfram. Já. Af hverju að þreyta sig. Já. Bara, þú veist, þetta er mín veröld og við bara, þú veist, við erum betri hér. Það finnur bara að þetta er ekkert mál. Þú veist, af hverju að fara eitthvað að gera eitthvað annað. Bara á lappir. Það verður örugglega bara, þú veist, ef hann hitt hann ekki. Það er örugglega tekið alveg nokkra sekundur bara af hverju er hann niður. Svo bara... Já, getur. Svo er Costa kallaði eftir Curtis Blades. Já, það er hella Já, það er gott. Það var gott stöf eða? Já, það. Valdór er bara super aktífur og lúkkar alveg vel með við heavyweight. Þú veist, alveg ágætlega snöggur og ég hef ekki séð mest á honum en frá því sem ég séð að lúkkar okkur. Hann er rauninni bara að kalla gaurin sem er bara beint frá hann í rankings. Já. Þú veist, þeir eru 4 og 5 og þú veist... Hvernig er það hægt en það? Ég kemur alltaf. Alexander Volkov, Cyril Gane og svona. Cyril Gane. Hvað? What a joke? Það var a joke. Já. Það er bók, sko. Já. Ég er ekki Gane-maður, sko. Ég er ekki á Gane-vagninu. Ég var það svona
fannst hann alveg skemmtilegur, sko. Já. Það var skemmtileg innkoma að hann kom, þá var maður bara, hei, ég er átt inn einhver heavyweight sem er ekki með bumbu. Já. Og þú veist, maður var svolítið spenntið fyrir hann, sko. Það er bara fucking dirty, maður. Það er ekki bara þetta IPOC daginn. Það er þú í vasta Já, bara. fullt. Nutshots og alls konar. Alltaf að hnakkan. Það er ekki gauð sem að stjórna vopnum sínum verið. Nei. Í heavyweights. Sko, skriðþungin í þessum nutshots getur að vera svakalur. Já. Það er bara, já, þetta er ekki minn maður. Okay. Alveg, en talandi um IPOCs og vesen. Silva á móti Nama Núñez. Younes. Vá, ég var erfitt með það. En hún fór beint í aðgerð eftir bara það. Shit. Já, af því að Silva gaf henni IPOC, enginn tók eftir því og þau þurfti að setja einhverja túpur í augað á henni. Já. Og ég þekki þessa aðgerð svo sem ekki mikið, en það var með einhverja túpu í auganu í mánuð. Og þetta fór alveg fram. Já, ég var að sjá þetta á hann bara. Hún var alveg bara. Já. Það var örugglega því að kilt hana. Já. Þetta var eitthvað svakalegt, sko. Til það leiðilega partæði. Ég var náttúrulega spenntur fyrir þetta, sko. Það, þú veist, Rose Legend og, þú veist... Ég sá spenntar endurlifa the glory days, en svo hefði ég þetta alveg verið ágætlega close eða ekki. Þegar ég var Rose tók einu lótu. Annars var það svo leiðilegt. Það voru einhvern veginn svo... Það þorði ekki alveg að koma inn. Það voru mikið fjarlæga á milli þeirra. Svo voru það bara hýja og einhvern veginn ekkert hitti. Af því það voru bara ekki nógu nálægt. Og já, það var svona pissupásu barndagi fannst mér, sko. Já. Herra, við fengum eitt komment varðandi hinn bardagann. Valdó graðasti fighter í UFC right now. Hann á 9 börn, kallar. Já. 9 börn. Já. Það er svo ekki. Það Það er geggjað. Já, 7 graður, annars 7 graður. Takk fyrir þetta, Jón Frank. Þú er ekki gett með það. Nei, er þetta ekki bara svona, þú veist? Ef ég væri pro-fighter, þá væri ég líka bara eignast fullt af bönnum. Já. Nei, ekki. Af hverju? Já, það er svo gaman þegar maður er gamall að eiga bara eitthvað 10 börn og 50 barnabörn og eitthvað. Alltaf sé ekki gaman. Hvernig heldur þetta sé jólin, það er það besta jólin? Já. Það er ekki að með pening. Já, þú átt mikið pening. Já, professional fighter. Það þýðir ekkert á sem það sögur að afreika öll. Automatic 25k fyrir knockout og hefur við gæðið sem Voltó. Hann hlýtur að fá nóg af þeim bónus. Ég veist því, er automatic 20k? Já, við erum búin að breyta núna bónusakerfinu. Öll finishes Öll finish 25k. Já, Og fight og performance það fer úr 50. Shit. Og mögulega þetta eitthvað, þú veist, með tilkomin Paramount og þú veist, eitthvað meiri peningur í þessu. En mér langar að segja bara, fuck you Paramount Plus fyrir að koma með fucking auglýsingar í meiri lótu. Eða ekki meiri lóta, milli lóta. En í miðjum lóta. Já, nákvæmlega, þú veist, ég vil bara heyra hvað er að gerast í botnarnum, fattu þið. Já, það er ógeðslega leiðilegt inn á þessuleis inn á Sky Sports með box. Spilaði alltaf auglýsingar á millilóta og það er kláðilegt. Þú veist, ég er ekki eitthvað Paramount Plus eitthvað $9 á mánuði eins og Amerikanir, þú veist, ég er bara með Fight Pass. Og nú er Fight Pass mitt orðið verra en ég er ennþá að borga svona pening. Þú veist, það er bara make it sense. Já, ég horfði bara á, ég þurfti að horfa á endursýninguna. Ég var ekki varðið eitthvað á auglýsingar. Það var í einhverjum börnum bara, þú veist, á milli lotna, kom bara auglýsingar. Geta verið á prímuskvættinu. En menn var líka að tala um að það hefði verið eitthvað lengra en vanlega. Við erum líka að segja í Dana White post-fight presskonferensen að ég vildi taka, kannski sleppa þessi co-main og main event. Hann bara var greinilega líka í, var þetta ekki main event líka og... Ég var svona brjálæður að þetta gerði, sko. Já, fáránlegt sko. Já, það er fáránlegt. Herru, hérna, klárum að diskutera barðan hennar Silva og Nama Younes. Aftur, þá gef ég Nama Younes fyrst þörlunar. Já. Mér fannst það bara borðlíkjandi. Alveg hreisting, ég hálfum eftir hann. Nei, við fína sér pissupása hjá þér. Þetta var svona, þær voru báðar að feinta ógeðslega mikið og ég held að Silva sé einhver dansari, sko. Að hún er með svakalegar svona mini-mjölmarhefingar, sko. Þú veist, það er alveg hægt að stræka, svo getur þú feintað, en svo getur þú líka bara svona hreyft mjölmarhefingar sem að gera mikið í dansi. Ég get kennt ykkur alltaf myndað eftir, sko. En hérna, en hún gerir það rosalega vel, sko. En ég skil ekki hvernig Silva vann hennar bara. Það er bara, það er mitt take svo sem. En Silva er
ósigruð, hvað þá, í 8 börnum núna og ekki tapað barða í 10 ár. Hvernig það segja bara vera fætur og ekki tapað í 10 ár. Það er... Mjög gaman. Ég hef aldrei verið Ég hef Ég hef aldrei verið ósigraður fættir, sko. Nei. Þú ert ekki saman klubbu og ég. Ég hef mótið byggja. No contest. Nei. En ég alltaf ekki. Alltaf hvíslaði svinn. Það er gremja hérna. Það er ég skal gefa hann no contest, það ætti að vera DQ. Það ætti að vera DQ, sko. No contest, sko, lögkall. Running back. Það er verið hjálpvík. Just a fight. Þú er versti óvinnur núna. Þetta er ekki ég. Þú kemst ekki henni lækningsskoðun, eða ekki? Hvað? Af hverju? Hard pro. Já, nei, minnur þú læknisskoðun fyrir barða? Já. Já, ok. Kemur ljós. Ég meinti þú komst ekki til læknis sem var upp í hjartað? Já. Spurði lækni hvort þú megi berið. Já, það er My bakery. Já, en það er svona spurning hvort þú meðberjast. Já, ég mun spyrja hvernig ég get byrjað aftur að æfa og svona. Já. Þannig að... Ég spyrja á því, största. En mér langar aðeins í rímast við Steinar, sko. Já. Já. Þú rýmast við stein. Já. Já. Ég... Ég ætla að stikka við þetta við Arnór þarna. Við Arnór, Var Arnór sem skoraði á mig eða var einhver sem skoraði á mig? Já. Shit, ég vil það skeri til þess. Það skor okkur eftir hérna Eftir áramót á. 2. janúar. Já. Arnór átti að gera það á Arnór. Það er eitthvað að fyndi sko að því að Biggi var svo vel í því. Og hann... Ekki teikið. Arnór, ég sko. Það var sem bara gerði mér hjarta á að komast til það, sko. Já. Ég skal Stage. Já. Pedofíliska eðlufólkið. Greinlega hérna komið með eitthvað easy out fyrir þig. Ég skal taka fætt við Arnór ef við getum borgað hann fyrir að tekja það. Hann er svo blankur kattan, hann er fótt til þig. Það er einn góðan Jón Sigursson handa þér. Þú tekur tíðina. Já, fóttið sko. Hérna, það vantar einn inn í glósinu mína, það er Allen vs. Silva. Í auðvitað. Silva, hún bara farið í Sisenko næst? Já, hún er nummer 1 contender, skilur við. Já, alltaf Sisenko, já, Sisenko mun pakka henni. Já. Gjör svona pakka. Var ekki Sisenko að vinna Cheng? Willi. Jú, Já. Pakkaði henni. og við sáum þegar hérna, Það var leiðilegt dagur. já, þegar hérna Natalie Silva lenti undir og var að sko pressunum hennar Navi Jónas og sér. Hún var tímd, sko. Já. Ég sé ekki hvernig Valentína mun ekki bara Já. Hún sko getur bara rifið henni í gólfið hvenær sem er og bara hjakkast á henni bara í 5 Bara leggur bílnum bara ofan á henni. Já. Það er ekki neitt, sko. Það er líka ekki að dansa frá Valentínu, hún er bara kornaðan off og Já, Já. einmitt. Þú mátt gera eins mikið dúm chick og þú vilt, sko, það er ekkert að bjarga þessu. það er ekki það. Já, það er ekkert að fara að bjarga það. Hárið rétt. Herru, maður sé að einhversu að hljóðið sé eitthvað vírt. Ég var nefnum gott samtjekka á sáðan. Maður sé að já, það er bara 1 mic já, alltaf. Herru, Allen á móti Silva. Gene Silva þar. Tjóðlega Gene Silva skrítið. Sjá vídeoðan á beltinu. Já. Já. Það var heavy cringy. Já. Já, byrju kom ekki ljós að hann er einhverfur eitthvað. Hann sagði það, hann hefði verið greittur. Já. Þetta er erfitt að trúa því. Líka bara stökkva af bakinn hans Allen og eitthvað. Já. Hann var bara surfón á bakinu. Já. Það er ekki þú veist, dómarinn sagði ekkert, þannig að... En það var einhver sem sagði að þeir væru báðir einhverjir. Arnold Allen og Gene Silva. Já, það er eitthvað, ég held að það var líka Gene Silva. Já, getur Var ekki Gene Silva eitthvað að tala um að þetta væri eitthvað, sjá hver væri besti autistic fighter eitthvað. Já, það getur verið. Já, frá því sem ég sá að Luka þetta var mjög skemmtilega fight, sko. Ég var nú presskonferens var bara aðeins, einn var að gelta, Já. hinn var að byrja magic trick í face.
Og kom ekki allir með hérna bark if you're gay. Já. Það er svo 100% sko. Við gerum eitthvað veðmál okkur á milli, Biggi. Við gerum ógeðslega skemmtilegt veðmál. Sá hún tapar þarf að fara í svanabúning og fara út á tjörnin og reyna að blenda. Það er sem fórstæðan. Já. Svönunum. Það er allt. Kaupa fyrir Já, að sagði maður alveg. Já, þú veist, hann var bara að hjarta og fá allavega eitthvað svona hans til með honum sko. Og ég bara, já, ég skal alveg taka Allen og gefa þér þetta. En svo tekur Allen, held ég, fyrstu lótu. Já. Og ég var bara, herðu, I'm liking my odds hérna. Ég held fyrir það að Allen myndi vinna þetta. Já. Já. Mér minni það bara. Já, voru þið báða þar? Ég svona var að vona og ég held það líka. Já. Allan er náttúrulega rosalega góður. Hann er Líka alveg keppa alveg svolítið lengi, eða ekki? Já. Hendubolti. Nefnilega. Það var svona ekkert glórulaust Nei. veðmál sko. Nei. En það var bara einhvern veginn þegar Gene Silva snert hann. Þá, Það er svaklega högg. já. Já. Bardaðan á móti hennar Lopez. Mhm. Hann hefði rótað flesta af aðra heldur. Já. Já. Það er högg sem hann var að lenda. Svaklega. Já. Alveg 100% sko. Og var svolítið í þeim barða að hann svona út af því hann náði að meiða López svo mikið. Þá fór hann að elta hann svo Já. mikið Já. og bara svona svolítið kastaði þessu frá sér. Já. Lendi hann að... Ég sá svo vídeo í gær held ég þetta. Þetta var eitthvað highlight af Gene Silva að kasta olbúum og ekki hitta. Og captioni var bara Lopez teaching Silva how to throw an elbow. Og síðan endar hann með hann og snýr sig og flótar hann. Já, heyrðu, ég man á annálunum þegar þú varst að gera KO ársins í UFC. Ég var að reyna að fleyma þig í chatinu. Nonni las það aldrei nema þegar þú varst í pissupásinni. En þú rugglaðir saman Prates að róta Leon Edwards með þegar hann rótaði Neil Magny. Man ekki hvernig hann rótaði þarna undan. En þú sagðir hann hafi rótað Leon með spinning elbow. Já, hann rótaði hann með jabbinu þarna, já. Já, með beinni vinstri. Já, var það Magny sem hann rótaði með... Já. Já, ok. Ég fokk ekki. Já. Racist ég, það ruggla svona... Já, ég ætlaði að skrifa í chatinu, ég svona, næ, veistu, ætlaði að skjóta svolítið stjóki, en... Hvað kallar það stimpil í fólk? Já. Bara inn alltaf að stipla maður. Já, það var djúðsvöðsinn maður. En ég tek á svanabúninginn. Já, emmi. Ég Veistu það? Þú sko hvernig er best tíminn til að gera það. Já. Og þegar svanirnir eru protective þegar þið fara ekki ákveðni. Já. En þá hugsaði ég að mating season væri rétti tíminn. Þú veist, áður en ungarnir koma og þá mun ég líka kannski reyna sko. Að meita. Þetta er svo ógæmið sko. Jésús. Já. Hversu fyndið væri það ef bara eitthvað svanir myndi vera. Reyna að mynda með nátt. Graðast MC landsins. Já. Það er út af þessum hlutum sko. Við erum að fá þú sko, þú ert að stimpla þig meira heldur mér sko. Þú ert að stimpla sem graðasti MC landsins. Já, ok. Já, ok. Það er líka bara því að Þú þú... ert búinn að veitna að horny motherfucker stimpil aðeins í svona tíma. Já, það er bara misskilningur. Gert lag? Já, en ég er svolítið ekki jafn graður á lagið segir sko. Ekki? Nei, þetta lag er eitthvað í ruglinu. En lagið er vissulega til. Mega sus bigga moment þarna. Ég er nú sammála því. Ha? Já. Það er ekki. Svanar. Já, þegar við komum inn á fuglaklám sko í lífi, þá komum við konið. Já, nákvæmlega. Þá má alveg setja spurningum. En hérna, já, en Biggi baði sko að þetta er gert bara sem fyrst sko. Að Biggi á enda, hann er bara tapað tveimum veðmálum sko. Og síðast er hérna Anton Smári og Ari Býring komið. Þá var ég bara tapað veðmálum að ég tek eitthvað sítrónu og hann gerði það bara strax í þættinu. Fyrir framan þá sko. Og ég var bara, mér var aldrei í liðið svona félagslega jafn óþægilega sko. Að sitja hérna og borða einhverja sítrónu og horfa á þá og bara missa alla virðingu fyrir mér. Þú tekst alveg kortir. Já. Ég satt bara þarna. Sko, partur af þættinum fyrir hlustendur. Það er verið kortir af mér að borða sér. Mesta út af allir tíma. Jésús. Það er ekki gett að kata það út í hendinu. Jú, þú veist, Biggi sér var mikið við það. Já. Það er bara skemmtilegt. Já, það er skemmt. Já. Herru, hvað er Gene Silva að gera næst? Winner af Lopez og Volkanovski. Winner. Við á Mofsa Evlo hefum farið hann undan. Ég veist hvað var hann að berja? Er hann þá að berjast? Já, hann átti að keppa við. Hann átti að keppa við, hann átti ekki Mofsar að keppa við Aron Pico þarna. Sem að Murphy keppti við.
og rótaði með spinning elbow. Já. Grimmum spinning elbow. Já, Saman kvöldu. Og Ryan Pinko bara farin líka. já. Já, back-to-back spinning elbow. Já. Þessi ruggla það. En já, mér finnst sko Lerone, Murphy og Evloev svolítið eiga á undan. Að þetta er svona svipa á svona mæli, þú veist, nýkominn af tapi og var að keppa núna og vinna Arnold Allen. Kannski taka einn annan svona spennandi, skilur sjá hver fær næsta title shot. Þú veist. Ég held ef Volkanovski tapar að hann myndi Gene Silva að gegja það. Það myndi til dæmis make sense, þú veist. Það myndi ekki make sense. Pældi ef að Lopez vinnur þetta og það væri Gene Silva Lopez rematch. Það væri svolítið lélegt fyrir featherweight, sko. Mér skilst að það er eitthvað rúmur að fara að Lerone sé að fara að annonsa barða við Evloev. Já, ok, það myndi make sense, sko. Já, hann er líka nýbúinn að posta þessum vídeoum og sér að rota Evloev á æfingu, eða ekki? Já, Eða talaði það, eða ekki? Þetta ekki beðið forever, sko. Það vil náttúrulega berjast þetta. Já. Það er alveg svolítið þar á milli, sko. Já. Það er skemmtilega hreyfingar núna í featherweight. Já. Ég sakna Evloev svolítið. Hvað er hann að gera? Hann er ekki meðsli. Já, hann var middur á hann að kepptu í Arnold. Já, ok, ég skil. Sem betur fyrir einhver MMA sérfræðingur hérna í stúdíunum, það er alveg ruglingum. Já, gaman að Við finnum miklu að fá okkur hérna í þáttins. Heldur betur. Hérna, já, var hans bara gott UFC-kart, eða hvað? Hvað gefur þessi einhverjum? Hvað gefur ég þessi einhverjum? Sko, mér fannst mainkartið ekkert eitthvað, þú Það vantaði svolítið kominu sem átti að vera Harrison og Það hefði ekki þessi. Það hefði líka verið svo ógeðslega góð leið til þess að starta fyrsta. Mér fannst sko prelims geggjað. Það byrjaði geggjað, það voru sko fyrstu 2 barðaðanir enda bara báðir næsti á loka sekundu í fyrstu lótu. Og svo Hvernig var það? Var það ekki Denzel Freeman líka á móti? Denzel Freeman sem var rotaði með fokkipauta. Svo það. Já, þetta er bara Búinn. Ég finnst þau að gaurinn lappa frá þér og meginn alveg setjast niður, þú meina mátt púla gard, þú veist. Af hverju mátt hann ekki bara setjast niður á hækjum sem chilla? Ég skil ekki að hverju dómarinn var að kalla það af. Gaurinn lappa Þetta er svona bara slæmt body language, skilur þú ert að gefa það fram að þú viljir einn ekki vera þarna. Já. Ég stiði þetta stoppage. Já. Mér finnst það mikið sens. Já, náttúrulega bara undir lókulótunar, gæni bara, þú veist, hefur ekki áhugað lengur, skilur. Já. Það búið að berja þig aftur. Já, þú er búin að taka hnýð, sko. Var ekki DC eitthvað svaka mikið að bakka Denzel Freeman? Hvað er með? Jú, DC var tím að hann vildi stúta barnaðanum. Ég held að Róganinn hafi verið eitthvað hann er recover, hann var svona svo byggi. Bara að segja hann er bara að recover. Nei, ég held að DC hafi verið að segja að Denzel Freeman væri bara eitthvað next big thing. Já. Í heavyweight. Hann kan tala um að hann er ógeðslega góður wrestler eitthvað. Sýndi það nefnilega alveg í deipjum. Ég man það ekki. Ég hef ekki séð mikið þessum Ég man ekki betur komin. Ég sá bara að get vinna Stadium's Contender Series og þetta lesaði viðtal eftir á. Já. Hann vann hann að fyrsta barna sem valdi Marik, Bú, Joel og þessu kring. Og hann sýndi með gott wrestling, sko. Hvað finnst ykkur Chael Sonnen eftir hermuna hjá Josh Hoggett? Hann tekur alltaf svona post-fight viðtal þar sem hann bara að herma eftir Chael Sonnen. Chael Sonnen rýma alltaf svona. Hann er bara basically að herma. Já, ég fannst það ekki. Ég heyrði bara að hann væri kannski bara svona heavyweight Colby Covington. Hann Hoggett. Það myndi kannski vera svolítið svoleiðis. Sáðu þið hann fór á baki á honum og fór svo... Já, raskjald. Þetta sást þú það ekki. Já. veit hann svona hlut. Hann býður eftir þessu. Já, það er einhvern luxus momentinu. Ég er búinn að glemma þessu, þetta rættist þér ekki hjá mér. Þetta moment? Já, ég sá þetta og ég svona, ég get glemt það. Ekki mikið. Nei, annað en sunnur. Hann dreymdi þetta. Ég skrifa svona hluti niður til að muna eftir að tala maður í podcastinu. Allt sérstætt sem gerist. Verðum að draunum? Já, ég skilji. Herru, ef að kveðja þetta UFC-kart, svo að það mikið alveg til 4 í nótt, bigamótið hófst helgina og þar kemur þú sterkur inn, Benny. Your time to shine. Þetta er þitt. Já, ég held að það var sterkur á bigamótinu. Nei, það er ekki sko. Ég veit að
Þú veist ekki á staðnum, Steinar? Nei. Horfður á streymið? Nei. Við erum að dansa fyrir engan, sko. Nei. Þeim finnst best að horfa svona tilbaka líka, sko. Já. Ég margótt nota streymið ef ég svo tilbaka. Já. Líka skemmtilegt svona mismunandi angles. Ég hef alveg einu sinni farið tilbaka og hort á að ég verið svona hjá Garp að mér að keppa við William og svo farið beint eftir að horfa ykkar. Já. Bara skoða. Já, þetta kom aflega í rúmlega 200, tefnilega 300 views streymið. Þetta líka bara gott streymi. Við fengum 6 bardaga. Fyrsti var Tristan Stiff móti Hilmari. Yes. Ég er svo ánægður að þetta var split decision, sko. Fyrstu 3 bardagarnir voru allt split decision, allt jafnir bardagar. Ég var smá ánægður að Hilmar tók henni bardaga því að hann og Tristan hafa farið í svo marga ógeðslega close bardaga sem bara fór með Tristani, sko. Þannig að það var svona, maður sá það líka að það var tilfinningar í stund fyrir Hilmar að fá sigurinn þarna og mér fannst hann svona, hann var rétt svo gerði nóg til að vinna það og mér fannst splitti farið rétt á þetta skilur. Já. Maður var mjög stoltur, sko. Ég var mjög ánægður að sjá hann vinna, sko. Góður vinnur litla bróðir minn. Já, ok. Líka verið með hann þegar tekið æfingar í golfklass. Flottur boxari. Já, mér finnst Hilmar flottur strákur og hann átti alveg skilið, sko. Þú veist, bara sturlað hrætt. Tristan sýndi maður fætingar líka og Hilmar líka. Bara ekkert slæmt sem ég get sagt hvora, sko. Bara Hilmar átti stundum svona moments þar sem að Tristan var að verja sig á köðlunum. Þar sem að gat kannski lúka svolítið illa þó svo að Tristan var að hreyfa sig í burtu og var að svara fyrir sig. Bara svoleiðis munar eins og ég var að tala um með body language og svoleiðis. En samt báðir stóðu sér hrikalega vel og Tristan gerði hluti sem ég bjóst ekki alveg við eins og vera alltaf kýla og nálgast hann og snúa honum svo. Þú veist, hann gerði það mjög mikið í fyrstu lótunni og mér finnst það ógeðslega flott. Bara mikla teknilega bætingar þar, sko. Fyrsta lótan var líklega besta lótan hans. Tristans? Já. Hann er loksins hans að sína á sig þarna hvað hann er höggþungur, sko. Bara, ég og Arnur erum búin að vera að þjálfa hann síðan hann var 10 ára, sko. Hann var eitt af fyrstu svona, þegar ég byrjaði aðstoðarþjálfa í HF, hann var eitt af fyrstu krökkunum sem komu. Og hann bara, maður vissi eiginlega frá fyrsta deginum að hann myndi vera bara ógeðslega góður. Þú veist, ég man eftir, hann kom á fyrsta daginn hans í sko Lomachenko Venom skónum. Og öllu því og var kominn, þú veist, byrjaði að hoppa á tánum á degi 2 og maður var svolítið svona, já, hann verður eitthvað, sko. Og hann er búinn að sýna fram á það. Mér finnst hann bara flott viðureign. Og eins og þú sagðir, með split decisionin, skilur, ég sagði þetta við á báða. Þú veist, það er, þú veist, Tristan er náttúrulega liðsfélagi minn og ég styð hann bara í öllu og ég hvet hann fram. En það er líka mikilvægt að, þú veist, upp á andlegu hliðina að þetta falli af og til. Hinum megin, að þú veist, það er líka bara styðið betri bardaga fyrir báða næst. Að þú veist, núna segjum við að Tristan vinnir næsta bardagan, það mun vera þriði bardagi. Þú veist, þá þarf það að vera. Það er bara betra fyrir mótið, betra fyrir þá tvo, bara meiri reynsla. Og þetta er svona, þeir eru að keppa mikið við hvort annað. Og það er svona umræða í Íslandi að, þú veist, að keppa ógeðslega mikið við hvort sama andstæðinginn, þá færðu ekki alltaf reynsluna. En maður sér þeir læra eitthvað skipti. Þeir báðir bara læra alltaf á þessu. Og koma alltaf báðir betur tilbaka. Þannig, mér fannst þetta bara flottur bardaði, sko. Dásamlegt. Mætist þeir aftur á mótinu, veistu það? Já. Tveggja manna flokkur. Já, ok. Þannig að þeir kannski bara á öllu 3 dögunum, eða? Já, ég myndi alltaf það. Þú veist, ef þeir ef það var jafnt eftir 2 viðureigingar þá hljóta að taka þriðju. Já, það á náttúrulega samt alltaf að vera keppt þriðja, sko. Að mínu mati. Mér finnst það á alltaf mæni. Too many. Mér finnst það óþolandi. Bara, hreinlega. Ég hef tapað 2 og vilja taka næsta. Þú veist, lengi voru ekki bara knocked out eða, þú veist, slasaði. Já, komin í keppnisbann, en af hverju ekki keppnisbann? Ef þetta er bara jafn bardagi, þú veist, þó er ekki sens að vinna, þú veist, bikarinn. Já, fara að keppa. Mér finnst það eiginlega verra þegar þú ert búinn að secura bikarinn og þú bakar út. Það gerist líka, sko. Bara, þú veist, það gerist einu sinni mig að líka þið þurftu svolítið að skrifa kerfið aftur upp, sko, af því að ég keppti við var í 3 manna flokk með 2, náttúrulega, við erum 3. Og ég keppti ekki á fyrsta deginum. Og þarna strákurinn sem heit Svenni frá Akureyri, hann keppti, vann þar. Síðan keppti ég við Svenna og ég vann Svenna. En svo bakkar hringurinn út. Og þá af því að Svenni vann fyrsta og tapaði á móti mér,
Við erum báðir með 1 win, en bara því hann keppti á móti mér og Já. tapaði því, Fekk hann 5 stig. þá fekk hann þessi auka 5 stig og vann bikarinn, skilur við. Svenni er náttúrulega líka super nice gaur. Ég hef spjallað mikið við hann og hann sendi á mig og eitthvað eftir á. Já, hann er hérna rauður í gæðinu nú. Já, Ekki? snóðaður. Já, Já. einmitt. Hann er ekki Super nice gaur. Nei, hann hefur ekkert keppt sko, hann er bara á einhverju money streak held ég sko. Já, Var alveg hann er alltaf að posta einhverju- Geðslega lengi í einhverju Asíureysu og bara rosalegt. Hann er að posta einhverjum vídeóm á Instagram eitthvað einmitt. Svona eitthvað bingo. peningatengt. Já, þannig að fjármála eitthvað. Já. En já, þú veist, það er svolítið svona, mér finnst að flestir ættu bara, þú veist, taka hana þriðabarda. Þú veist, ég keppti við Nór, það var báðum. Og ég fór og leitaði að þriðabarda þegar ég fann út að ég myndi ekki fá hana þriðja. Þá fór ég að leita á honum og keppti við Róbert frá Akureyri. Þannig mér finnst að það ætti alltaf. Alltaf verið Þú veist, það var eitthvað að tala um að ætti að þrengja á þessu og þú veist, fá fólk til þess að keppa um þriðja, en ég veit ekki hvað það hefur verið gert eitthvað úr því. Makes sense. Það verður spennandi að sjá Hilmar og Tristan aftur. Mjög spenntur. Dyrka þess að gera það. Já, það er líka svo góð leið til að kickstarta þessum mótum. Alltaf. Það er líka svo perfect, bara style matchup. Það mun aldrei vera leiðilegt á milli þeirra, sko. Þú veist, Þeir stíga bara bensíngjöfni í bótt báðir. mér finnst það ekki. Já. Nú myndi ekki það bara Svo líður mér aldrei illa eftir barðaði hjá þeim, að þú veist, mér finnst þeir, ég þekki það báða, þú veist, Tristan alltaf bara hjá mér lengi og ég tala mikið við Hilmar. Alltaf þegar ég kringum hann, ég fór með þeim til Finnlands og mjög góður strákur, þú veist, mjög bara næs og heiðarlegur og allt þetta. Þannig að hann á alveg skilið að fá verðskulda, skilur við. Þetta er verðskulda hjá honum, þú veist. Hann átti þetta alveg, hann á alveg skilið að fá að vinna. Já, algjörlega. Tristan vs. Hilmar er basically Morales vs. Barrera Já. Íslands. Legendary. Já, hver að skrifa þetta annars? Já, alltaf sé járnum. Já, það er svo sem rétt. Það Já. er bara aldrei leiðilegt fætt á milli þeirra. Nei, ég kundur það. Herru, Kannski- já. Það er svolítið. Sorry. Já, það segja Gatti Ward, bara, það trilogy. Bara því hefði sér og 15 ára. Herru, Artem Sirikov á móti Arnar Jakob. Já. Þetta fór split decision. Já. Líklega því að Sævar tekur stig af Artem. Í lótu 2 eða ekki. Jú. Þannig að það fór split decision. Eitthvað sem er með eitthvað skoðan á þessum bara? Ekkert eitthvað mikla sko. Mér finnst bara Arnar vera grótalur fyrir að alltaf svona vilja keppa og Já. þú veist, hann keppir mikið. Já, hann kemur mjög mikið. Ég er líka að sparra mikið við hann sko, hann er alveg algjör nagli sko. Ég hef kýlt hann fast í maðan og hann bara Mér finnst það gegja. Jesus. Þessi strákur, sko. Hvað er hann gammal? 16 ára. Já. Jesus. En já, mér finnst það bara flott að fætt og vonandi að það takja aftur. Hvort þetta sé eitthvað fleiri en tveggja manna, ég veit það ekki. Nei, ég held að sé það mænt. Já, ég held að þetta sé tveggja manna flokkur. Ég er svona, Artem Sirikov var hann svo þreyttur undir Þeir lokin, voru sko. alveg búnir báðir. Já. Það var rosalegt. Þannig ég hef vel ekki séð að það er svona, Artem er náttúrulega bara líka mikið á síðust ári og mér finnst hann bara komið eiginlega óvart hvað hann var í miklu vandræðum í þriðulótunni Já. og svona, með hvað hann er góð bóksæði, sko. Mhm. Og á blaði svona upprunalega þá hugsaði ég svona, já, þetta er ekki bara með fulli vinningu fyrir Arnar, skilur ég, þannig ég veist, er ekki Artem aðeins of góður, skilur, og það sem ég hugsaði upprunalega, en nei. Hann getur alveg hangið með hversu með sko. Já, Já, meðan hann byrja barðan betur heldur en hann hefur byrjað hann. Bara mjög flott fyrsta lóta. Það átti hann ekki svo, Arnar var svo góð þriðið. Ég held að Arnar hefði sko verið að fá 10-8 fyrir þriðið. Það passar ekki. Það hafði hann unnið. Hann hefði unnið þessa lótu hjá 2 dómurum. Það var það lítan sem hann fekk mínustig. Já, hann var að vinna lótu 2, skils mér. Já, og fær þá... Og fær 10-8 yfir því. Já. Ég sá... Svolítið óheppilegt að einu lótan, þú veist, þú ert svona alveg clear að vinna, skilur, í svona close fight, þá er það mínustig lóta. Maður veit að það sé önnur lóta nefnilega. En mér fannst Arnar boksa mjög vel í þessu, sko. Já. Sérstaklega bara, ef maður ber saman við hérna barða, þá er þetta svolítið meira bara svona kera og Artem bara svona, þeir bara svona í ringi, þú veist, hreyfir sér bara mikið. En Artem þurfti alveg meira work for it núna, sko, alveg miklu meira og Arnar stóð sér ógeðslega vel. Já, alveg bara virkilega vel. Ég horfði á þetta aftur á hann. Sko samkvæmt mínum gögnum hérna sem ég fekk sendt frá Hjörleikssoni, þá er ekki barndagi með þeim á skrá fyrir næsta mót, sko. Nú? Ég veit ekki af hverju.
Ekki nóg Skrítið. gögnin Kannski vantar bara einhvern á það mót, skilur, kannski eitt af þeim frá á þeim tíma. Já, Það gert svoleiðis undantekningar stundum, já, svo lengi sem það vita af því fyrir skráningu Já, og matching. áhugavert. já. Herru, Kormákur Steinn bætti Mihail Fedorets, held ég alveg potið í fullnafni. Mjög sterkur sigur hjá Kormákur. Já. Bara, já, mér finnst hún ógeðslega, ógeðslega sjarp. Hann er alltaf að lúka betur með hverja Já. barða. Já, Hann er svona farin að fulla á svolítið. já, Hann er slánið, skilur, og komið svona kjöt á sig. Og hann er bara komið mjög mikið að óvart í þessu barða. Ég náttúrulega sá ekki allt af því að ég var tæknimaður, kynir, lýsandi og ljósmyndari á þessu degi. það er eina dómarana. Nei. Lætur dómarinn alveg yfir því. Fyrir það kannski Sævar. Nei, en já, hvað með ról, er Mihail eitthvað svona breytum stíl, fannst þér? Það var mér að vera svo mikið svona on the outside, eitthvað að leika sér. Það er eiginlega alltaf að bóksa svo leið, sko. Mér er svona sérstaklega á móti Sölva. Það var þetta mikið svona, það var alltaf góðið fætt, sko. En já, meðan Kormákur stansið vel, meðan hann bestur í fyrstu lótunni, sharpist, sko. Og svo var hann fann svolítið að labba á Mihail, sko, fannst mér. Þetta var aðeins of mikil svona gretta eftir fyrstu lótuna, fannst mér, sko. Að þú veist, mér fannst það bara að vera nokkuð þægilegur í fyrstu. Ég skildi ekki alveg tilbreytinguna, en hann fekk samt sigurinn og greinilega hefur að borga sig. En mér fannst hann bara vera að fá óþarfi mikið í sig. Var það í split líka? Já, nei, ekki alveg. Jú, kom ekki 3 splitt, Já, alveg í byrjun. já, bara því, já, það er líklegast Mér að fannst því það- að lappa of mikið á Mér því. fannst það svona minnsta splitið af þessum þremur. Af 3 splittunum. Já, það var svona Já, það það- var vera svona Já, meiri munum þar heldur en við sjá Elmari og Tristan, sko. já, mér fannst Kormákur bestur í fyrstu tveim, sko. Já. Og bara í fyrstu var ég bara 100% já. Þú veist, það var alveg Kormákur. En svo var hann bara stundum, fekk hann bara svona eitt og eitt í sig. En út fyrir það fannst mér að vera stjórnað, sko. Og aftalegu sigurinn, hann aftan alveg inni. Já, make sense. Herru, við höldum að áfram. Það var Símon, nú mann ekki, hversson, Kristinsson. Kristjánsson, já. Kristinsson, átti Pétri Gunnarsson. Ég hef ekki séð Pétur bóksa áður. Fyrstu bara Fyrstu bara. Já. Já. Hann var fucking flottur maður. What a fight, sko. Hann var bara sveiflaði bara og hann var ekki hræddur, sko. Nei. Sko, bólsið af þessum gauður, sko. Þetta er alvöru víkingur. Þetta er svona, þú veist, fyrstu bardaginn, svona, hvað ætti ég að gera annað en að bara sveifla vinstri hægri, skilur ég. Bara, En samt bara tætt í því, sko. já, 100%, sko. Sko, Nei, það er ekki miskil orðið mín. Já. Ég vil ekki annað en janúar aftur. Nei, bara, þú veist, þetta er svona hugreikisdæmi, skilur. Já. Bara, þú veist, bara sveiflar, sko. En, virkilega vel gert. Og mér finnst Símon kannski aðeins koma inn í þetta aftur í þriðju lótu. Já, þegar hann byrjaði að nota vinstri meira. Já. Hann bara, þú veist, sló hana alltaf miklu betur og betri tímasetning á henni. Þannig að gera það svolítið erfitt. Og ég hef alltaf skoðað hann að það er erfiðast að slá, þú veist, hann var náttúrulega alltaf að slá þetta overhand, bara þannig að fjarka. Og, þú veist, ef þú réttir úr vinstri hendinni þinni, þú veist, hvort sem það er í andlitið eða öxlina á einhverjum, þá þarf hann að, þú veist, snúa sér, svona, þá þarf hann bókstaflega að tilta svona til hliðar til þess að hitta því höfuðið. Þannig ég hefði alltaf, bara frá fyrstu lótunni hefði alltaf verið bara, þú veist, seppa það bara alltaf. Þú veist, þegar þú sér hann preppa ég kýla, stindur bara vinstri út. Og mér fannst hann byrja að stansa sig vel, byrja að hreyfa sig alltaf, byrja að hreyfa sig betur í lótu 3 og seppa meira og mér fannst það muna svolítið, en Pétur bara, Pétur átti samt alveg alla lótuna minni mér, sko, alveg svolítið, bara mjög öruggur sigur hjá honum og flottur fyrsti fætt líka bara. Já, mjög svo. Þetta var fyrsti barndaginn sem fór ekki splitt. En það var einmitt svona trilótía á milli Bóatýr og Vappi. Já, í þessum fyrstu. Já. Það var svona gæmlegt. Já, 2-1 fyrir Bóatýr. Vel gert. Viljið fjölur eitthvað um þetta meira? Ef að rappa þessu upp hérna. Við erum að tala um Ísak. Já, Þetta var alltaf bara þvílíkur bardagi. Ísak Guðmundsson bóti Bjarnar Otto. Já. Endaði í þriðju lótu, en þetta var alveg bara, þú veist, þeir voru báðir svo tilbúinir bara að stíga á móti hvernig öðrum bara inn í pocketið og treyta, sko. Það er gaman þegar þetta verður ekki svona eltingarleikur, báðir menn eru bara tilbúinir bara tvö naut að stanga hvort annað, sko. Já, það er alltaf
alltaf mesta skemmtunum, sko. Já. En ég veit ekki, mér fannst skrítið að sjá hann barða á blaði, sko. Mér fannst eins og Ísak Guðna væri, Númer stór. já, og mér fannst það svona borðlíkjandi. Mér fannst það svona ekki alveg í anda kannski bikarmótsins. Nei, náttúrulega Bjarni er eldri og svona, þú veist, Já. kannski aðeins verið að, það er kannski ekki verið að henda svona gaurinn sem eru nýkomnir í elitflokk bara fyrir Ljón, þó það sé nú alveg gert eins og hérna, Ísak er samt búinn að vera í elít í ár núna, sko. já, ég meina Og alveg þú veist, búinn að ef að keppa 5-6 bardagar. Já, en þú veist, ef að Bjarni hefði verið nýkominn úr elít, nei, þú veist, nýkominn inn í elít, þú veist, þá væri kannski ekki verið að henda honum í gaur eins og Ísak. Já. En hann er eldri gaur með fullt af reynslu, þá var alveg hægt að leiða hann að fara í það. Já. Samt með færri bardagar en Ísak. Já. Myndi ég. Já. Minnir hans með 18. Sko. Já. Er eitthvað Hvernig fannstu svona hlut? að halda utan um þetta? My brain. Það var ekki benn. You're Ég bara Brian. ger ekkert nema að horfa á fólk, sko. Bara allt þetta. Ég ger ekkert nema að fylgjast með þessu stanslaust. Já, ok. En hvernig veistu við Sparta fjöld? Þetta bara að lesa bækurnar líka? Spurja hann. Já. Bara ask around. Er ekki mamma þín að horfa á YouTube eða? Það er ekki. Ef hún er, þá ætti hann að vita að ég sé ekki. Já. Það er mömmur maður. Já, en það endaði í rauninni með KO í lokin. Þannig að Bjarni... lappaði inn í góða hægri frá Ísak. Já, og svo tekur hann bara í rauninni, lætur telja svo, þannig tekur nýja. Mér fannst það bara góð ákvörðun. Já, Það var það besta sem hann hefði getað gert, sko. já. Þannig að, en hann er þá vantilega komin í keppnismann. Ég veit það ekki. Ég sá allan ekki setta í bókina hans, en ég var náttúrulega ekki alveg að Svo fylgjast með því, sko. kannski út af því að hann tekur nýðið og þetta er svona tæknilegt keið. Já, hann lætur í rauninni telja svo út, sko. Já, þannig að það kannski verið öðruvísi ef hann hefði bara leiðið hann flatur á dúknum svona. Já. Já. Já, og Sævar var líka að sýna til þess að hann er nýkominn úr keppnisbanni. Mér var bara þessar talningar svolítið skrýtnar, sko. En þú veist, stoppið sér sjálft var mjög gott, sko. Og þú veist, það hefði átt að vera stoppað þó svo Bjarni hefði staðið En mér fannst, þetta voru 3 talningar. 2. Á undan KO-nu, náttúrulega. Já, 2 Það undan. var fyrir því, já. Já, þetta var fyrir ég, já. Önnur talningin fannst mér klálega rétt á sér. Mér var bara verið að bjarga honum Var í það? seinna skipti, sko. Var ekki bara kiltur í magan eitthvað? Mega kombo, sko. Já, hvort, þú veist, ég sat náttúrulega alveg aftast í átta, þannig ég gæti ekki, kannski sá ég ekki eitthvað fyrir högg eða eitthvað. En mér fannst þessar talningar eiginlega allar eiga rétt á sér, sérstaklega 1 og 2 og 3, sko. Já, það var bara svolítið, ég held að Sævar hafi líka verið að taka til þess. Mér skilst að hann hafi verið nokkuð óánægður eftir afmælismótið. Já, mótið þér. Já, á móti mér, hann var mjög... Þú náttúrulega droppaði hann svakalega. Sævar, mér skilst að Sævar hafi verið mjög óánægður með dómarann. Já, það var leitt honum að halda áfram. Já. Ég líka horfði tilbaka núna og mér líður bara óþægilega. Já, það. Já, ég var svolítið svona pepp eftir þetta og síðan talaði ég bara við nokkra. Byrjaði svona að hugsa tilbaka og ég man eftir að hugsa inn í bardaganum einu sinni bara af hverju er augað hans ekki, þú veist, þú finnur þegar fólk er að horfa á þig, skiljið. En þú veist, augað hans var ekki að horfa á mig. Ég hugsaði þetta og síðan þarf ég bara að fara aftur inn, skiljið, og ég er að keppa. En síðan hugsaði ég þetta núna og ég man eftir, ég var alveg í 2 daga alltaf að skipta á milli, bara svona, vá, ég droppaði einhvern í fyrsta skiptið og síðan var þetta svona, ég hef vorkennt alveg núlega. Svo veist þetta er tilfengt. Ég sá að það var einhvers postaði vídeo þegar þú droppaði hann og ég sá þetta og ég var bara eitthvað, wow, bara Benni nokkaði hann út. Ég var bara eitthvað, þú veist, Það var bara já, þú veist, ég dætti ekki svo, þetta er áfram eftir þetta, sko. Í 2 lóður. Já, og svo vorum við bara að tala um þetta bara í podcastinu, ég bara, þetta er geggja nokka til Benna, bara hvað meina það, bara decision. Bara, hvað er það? Já. Af því að þetta leit út bara eins og hann er ekki að vera leitt af báðum annars. Nei, ég er samanlega. Já, þannig ég held að Sævar hafi alveg verið að skoða það líka, sko. Já. En ég veit það ekki. Eða ég sé náttúrulega eins og ég sagði, ég sá ekki talningarna alveg svona 100 frá það sem ég satt. En samkvæmt gögnunum er 50 bardaði á næsta móti, sko. Samkvæmt gögnunum sem ég fekk frá, þá er Ísak og Bjarni að fara að taka hann. Já, en þú veist, mögulega á bara þrauðferð. Já, kannski er þetta fyrir að plan, svona. Mögulega. Ég verði að segja, ég eiginlega vona að þetta sé off. Já, ok. Það er mitt take í þessu máli. Með fullur vinningum fyrir öllum. Já, bara, mér líst ekki á. Nei. Það er mitt take í það. Herru, síðasti barðan sem við erum að ræða á þessu byggamóti áður en að svo ég og Steinar höfum eitthvað að segja. Steinar greið bara í Candy Crush eða eitthvað í sílunum. Herru, Magnús Kolbjörn á móti Elmari Freyr frá Þór, Akureyri.
Herri, já, ég sagði bull í lýsingunni. Ég sagði að þetta væri, þú veist, þeir eru búin að mæta svo oft og ég sagði að þetta hefði verið fyrst skipti sem að Kolli hefði unnið hann, en það er bara alls ekki rétt með það. Ég bara beðast afsökunar á því, af því að þetta er þriðja skipti sem hann annað. Já. Og þú veist, það hafi verið klóspartaði þannig milli þeirra líka sem að falla með Elmari. En ég sagði að þetta hefði verið fyrst skipti, bara það er fyrsta sem ég man eftir, sko. En Þeir eru alltaf bara búin að keppa stanslaust í mörg ár, sko. Það er fyrir okkar tíma sem að hann Kolli hefur náðið með einhverjum sigrum, sko. Ég sagði villisvæði þarna eins og ég á til að gera svo gott. Þessi mikið að heilmeili. Nei, bara Kolli sagði mér bara. Sagði hann þig eða lét hann þig heyra? Nei, hann bara lét mig vita af því, bara mjög kurteislega og var ekkert reiður við mig, sko. Nei. Það var ekkert eitthvað svona í til að... Nei, ég ætla ekki að fara út í þetta. Þegar ég svo fæ ég bara verið kýldur um staðið. Já, kýldur í maður. Kýldur í brjóstkassa. Þú ert aldrei á spæringunum þegar ég fer. Ég er bara ekki búinn að æfa núna í 3 tíma. Ég held að þú hafi verið í allan að Alejandro var að buffa mig í síðasta sparrið sem ég fór í, sko. Á minningasparinu eða ekki? Nei, svo var eitthvað eftir það, held ég. Hvað var það? Ég er hræddur að Alejandro ég flinsaði síðan. Já, hann ekki. Þú lítur að sagt eitthvað hann eða eitthvað í podcastinu, hann er bara... Þetta er bara þannig, ég mæti eitthvað sparr, þá er allir bara heim mannstu. Manstu hvað þú sagði? Klinsinn, físlar. Já, það er passa mjög vel, sko, hvað ég segi með Elmar og eitthvað. Já. Mér fannst Elmar smá off. Sorry, Elmar, ekki lögum mig. Hann var smá off, við getum alveg sagt það, er það ekki? Já, mér fannst hann svolítið bara svona off his game bara, þú veist, það er ekkert að því að segja að hann hafi verið off his game, sko. Svo hefur maður líka aldrei séð Elmar keppa 100%, sko. Ég man einhvern tíma sagði þetta einhver mig. Ég er svona, það er örugglega svolítið íkt, sko, að keppa allir einhvern tíma 100%. Sem hann stoppaði einhvern úr Reykjavík MMA á bikarmótaröð. Ég er svona, vá, djöfull hann flottur maður og hann er örugglega bara geggjaður. Og síðan fór ég til hans og hann var bara hóstandi öllu upp úr sér og ég bara, ok. Þannig að ég held að það sé... Mér var ekki að léttur á fæti eins og maður sér hann oftast. Nei, og ekki eins og skíðunum. Kannski, þú veist, bara með smá holiday weight eftir jólin eða eitthvað svona ég alveg komin tilbaka. En mér finnst hann oft svo, þú veist, hann er oft svo hreyfanlegur og léttur á sig, sko. Og þarna fannst mér bara, þú veist, sem að Kolli er með ekki, Kolli er svona trukkur. Þarna fannst mér meira bara svona 2 trukkar heldur en að, þú veist, ég átti vona á að Elmar myndi kannski dansa aðeins í kringum hann og svona vera aðeins léttur á fæti, sko. Tjatti er aðeins að tjá sig. Bjarni við cirka 18-20 bara daga. Ég man ekki hvað varum að ræða það áðan. Kallast RSC en ekki KO. Mér var nú sagt að tilkynna þetta sem KO þegar ég var á mótinu. Valdi við Bjarna. Þau sög, hver var þetta dómarinn? Var Sævar? Ég man ekki að það var Sævar. Bjarna? Já, Sævar. Mér heyrðist hann segja út af því að hann, þú veist, telur á 10 og þá flokkist þetta sem KO. Já, mér var alltaf sagt af dómarunum að tilkynna þetta sem KO. Já. Og ég held að segja mitt út af því að hann telur upp í 10 en ekki bara 8. Að, þú veist, ef hann hefði talið upp í 8 og bara veifað þetta af. Já, bara þegar hann tekur hnið, bara. Já, og hann tekur hnið, þú veist, þá telur hann upp í 10 og út af hann telur upp í 10 þá flokkast þetta sem KO. Það er það sem ég heyrði út undan mér á mótinu, sko. Já. Ég vil ekki staðfesta það. Nei, ég heyrði svona eitthvað í þessari æð þegar Bjarni var að ræða við dómara. Ekki keppnismann því þetta er bara talning, var í keppnismanni eftir síðasta baráttu og er nýkominn úr því fyrir þennan, já, vissum það. Sko, keppnismanni fer líka meira eftir læknum, getur verið eftir talningu eða ekki ef lækninu metur það svo, allt í lagi. Þetta átti að vera stoppað, segir Bósi Kraka, Bjarni stóð alveg í Ísaki. Já, sammála því upp á vissu marki. Já, það stóð alveg ágætlega. Jú, það getur. Ef alveg geta klárað henni bátt að vilja þá. Já, mér fannst það betra múfa að stikka niður í, sko. Ég held að það hafi kannski verið sagt við hann, sko, ef hann er einhvern tíma meiddur að bara svona stoppa. Ég held að það var allavega mín, þú veist, hvernig ég hugsaði þetta til ég sá þetta. En mér minnir svo ég hefði spurt einhvern úti að hljóðs að það var rangt sem er. Per usual. Per usual. Jók. Þetta er mikið sem ég geymi hérna í heilanum mínum, það er svo mögulega falls. En fáum við hérna
kolla Elmar aftur eða? Við fáum Kolla og Sigurjón. Já. Rematchið frá Icebox sem var fucking hell of a fight. Já. Og svo fáum við Elmar Sigurjón á þriðja degi. Þannig Sigurjón þarf að fara í 2 erfiða bardaga. Út af því að seinni 2 umferðirnar verða að halda bara dag eftir dag. Og 21. Eða bara kannski. Mögulega, held ég. Ég fekk að heyra það frá Kjarval þannig að það var bara staðfest sko. Ég heyra svona situational bara, fær eftir bara. En kannski ef allir eru lamasessi og þá, þú veist, ef þú ert að droppa 2 börnum eða eitthvað, þá má bara koma í ruglið. Það er alveg eitthvað. En það verða alveg, sko, samkvæmt dagskránni, það verður Sigurjón og Gauti Már Karlsson að fara í 2 bardaga. Gauti Már Karlsson er í flokknum með Pétri Gunnarsinni og Símoni. Já, það er gott. Á móti hverju með Gauti að keppa næst? Pétri. Nei, hann keppti fyrst á móti Símoni, fyrirgefðu. Já, það er rematch líka. Já, það er rematch líka frá síðasta haustbikarmóti. Já, bara í fyrir, já. Já, einmitt. Ágóð fett. Það er gott match bara líka. Þetta er mjög vel matchaður flokkur finnst mér. Já. Hefur ekki Símon svolítið, það var hefna eftir þann bardagan. Það var bara, ég man að Emil, það var bara ekki sensan að það. Já. Mér fannst það allt í lagi decision sko. Ég man að var talað að það væri eitthvað skrítið en mér fannst þetta mjög, það gerðist eiginlega ekki neitt. Síðan í lotu 2, hann slær Gauti eitthvað, hann stoppar og slær vinstri krók, eða hægri krók, ég man ekki hvort hann sé örnendur eða ekki. Og síðan beina hægri. Og Símon svona vankast tilbaka, minni mig, og fær talningu. Og mér fannst Gauti náttúrulega vinna sálótu. Síðan í lotu 3, þá er Gauti duglegur að hreyfa sig, jabba og kýla í magann. Kýlir alltaf víða hægri í magann. Og mér fannst það bara svolítið svona stimpla vinnið. Það gerðist ekkert út fyrir það. Út fyrir það voru þau mjög bara svona passið með hvort öðru. Þannig mér fannst það svolítið svona tilgangslaust að segja að þetta var skrítindómur. Af því að þetta var ekki nógu eventful, skilju, að mínum mati. Já, skrif. Það var gaman að sjá rematch frá þeim. Já, Það er líka hvert að dómarnum er að slagast í þeim, sko. Því við alltaf að veta sig. Já, Þetta þetta er snarlega erfið vinna. Alltaf einhver að baggast í þér, þú veist. Það sko, það finnast eiginlega hvernig það er alltaf hluti á hringdómar sem hefur ekkert að gera með dóminn. Þú veist það eiginlega að finna, sko. Hvað er seinna bikarmótið haldið? FBC, báða dagarnir á FBC. Báðir dagarnir á FBC. Já, það er bara glæsilegt. Við stiðum það. Herri, við ætlum að halda áfram. Yes, sir. Þorgils Eiður barðist Muay Thai bardaga í tjandi. Sáu þið hann eða var hægt að horfa á þetta? Svo eitthvað bardagan. Ég horfa á það Ég sá klipur. það er hægt að horfa á bardagan bara, veist, það er að horfa á bara streymið í endursýningu á YouTube og það er hægt að finna hann byrjar á, hann er í main eventinu í loka bardaganum, þannig að það er bara að spóla aftast og við erum að linka á fréttinu sem við skrifum inn á MMA-fréttir. Þannig að finna þið inn á MMA-fréttir. En hann sér bara, kikkar hann to the face, þá fekk Gaurinn og reynir eitthvað vilt á mótunum og hann svarar honum bara með fucking olbúa og steinróta Gaurinn og Helt balans. já, Það er bara að lenda á já. brútal olbúi. Það var mjög töff nákvæmt. Mér veist Muay Thai svo nett íþrótt. Ég mætti á eina æfingu í Muay Thai. Hvernig gekk? Bara nokkuð vel. Við spörðum eitthvað og ég Hildur og einhverju 2 aðrir. Það var bara mjög gaman. Þetta er sko, ég elska þessa stemningu þar sem að Þorgils er að berjast. Þetta fór fram í Kópangnan, eða ekki? Jú, það sem hann býr. Já, og þetta er bara steift stadium, skilur, sætin eru bara steift og eitthvað, þú veist, bara náðast eitthvað hænur í garðinum og eitthvað. Þetta er minna venju fútbolstá, sko. Já, voru 2 venjú þarna, sko, já. Og þetta er sko, hann tók þetta bara með viku fyrirvara. Hann sagði sjálfur að hann langaði bara til að meiða eitthvað. Og þú veist, hann fer alveg upp, sko, 10 kíló til að taka hennar bardaga. Og þegar hann bara langaði, og þetta var bara svona típiskur local fight, sagði hérna Doddi. Er það ekki líka alveg Muay Thai stemming? Það bara vilja keppa mikið? Jú. Þannig að þú veist, hann hefur alveg verið að fara í stóra bardaga á stærri sviðum og verið þarna í stærstu Muay Thai frægustu höllinni sem er keppt í og eitthvað. Það er bara að taka svona local fight, þú veist, og það var alveg vitað að það væri með ykkur. Bara svo þeir taka fight, bara halda sér í komið og bara, það var gaman að þessu, sko. Ég held að hann hafði ekki verið mikil hættu á það, en það var sárstalið, þú veist, hann var mikið bara að tengja saman einhverja flotta fléttur og var lítið að koma tilbaka en bara eitthvað svona single högg, sko. Og já, hann var með þetta frá byrjun til enda, sko. Ég er líka mjög spenntur
fyrir að það hafi náttúrulega verið stofnað Muay Thai samband Íslands núna um daginn. Það er geggjað. Það er mót sem ég mun mæta á, sko. Já. Mér finnst þetta svo ógeðslega skemmtileg íþrótt. Einmitt. Og að fá loksins að, þið fáið loksins aðeins að svona tjá sig hérna heima, það er ógeðslega Ég gaman. er að keppa hérna í bara langt til að sjá Salma keppa. Hann Shit. spakaði. Ég er fólkinn í púðunum við séð því. Ég keppti mér sjálfum þegar ég var að spara við hann. Hann er, þú veist, ekkert eitthvað súper svona ógnandi þannig út fyrir það að það er svona, já, þetta er Salma. Ég sé hann keppa. En hann er sko alveg asnalega höggþungur, sko. Það er alveg bilað. Bara, þú veist, hann er alveg léttur en ekki hvað, 60-65? Eitthvað svoleiðis. Bara, hann er bilað höggþungur, sko. Það er alveg, þú veist, bara vont að vera kynntur á hann. Var hann ekki keppið 67 þannig á móti Alessandri frá hann? Eitthvað svoleiðis. Eru margir Muay Thai keppendur hérna heim? Eða þess sem eru svona potential Muay Thai keppendur? Ég meina, það Örugglega. fólki í Peris. Þú veist, það er alveg hópur í Reykjavík maður. Sérstaklega pólski kickbox-hópurinn er svakalega stór, sko. Það er bara ruggstór. Ég held að þetta er alveg stórt svið fyrir þetta hérna. Já. Þetta er flott mót hérna. Það er ekki fyrir gaurin í mjölni sem þetta kemur. Það er líka fyrir kickbox 201. Já. Það færi eitthvað Það svona. er líka aðeins betra, þú veist, eins og, þú veist, allir í Mjölni og þeir allir hafa verið duglegir að keppa í boxi, reyna að halda sig aktífum, þannig að það er örugglega aðeins skemmtilega að fá að keppa í Nákvæmlega. Muay Thai, það er aðeins svona, aðeins líkara. Og þegar það halda þessi mót Thai, þú veist, þá verður líka K1 kickbox í gangi fyrir þá sem að við líka farið eitthvað olbúa og sko. Er þetta amateur Muay Thai eða er þetta... Ég veit ekki alveg hvernig Ég held það, en það er mjög mismunandi hvernig reglunar eru eftir hvað þú ert, myndi mig. Þú veist, sumstaðar mega olbúar, sumstaðar má hné í maga. Svipað á hvernig þetta er svolítið, er þetta ekki svolítið öðruvísi í amateur MMA eftir hvað þú keppir? Bara hné í maður undir olbúar? Já. Ef ég þekki Dodda rétt, sem ég gerir nú líklega ekki, þá vill hann bara eitthvað bloodsport. Hann bara... Ég hef ekki haft mörg samskipti við hann, sko. Hann virkar aggressífur. Það gefur að einhverjum svona íþróttum, sko. En, já, ekki. Ég þarf bara að gera almennilega fréttum í það. Taka viðtal við hann og svona. Það verður bara... Svo er Kjarri náttúrulega varaformaður sem ég var skott að sjá. Já. Hann har náttúrulega rætur í Muay Thai, eða ekki? Í Vappi C og þar. Já, það getur verið. Chatti segir, held að sé alveg nóg fólki til að koma af stað smá roster fyrir mót og svo stækkar það bara þegar þetta byrjar. Já, það er sammála því. Herru, Geika, Volkanovski vs. Lopez, 2. Þið voru með sterkar skoðanir á því, sérstaklega Benny í þessum stóra heilaðinum. Já. Gagnabúli eins og það heitir. Já, ég fór svolítið svona skoða Carbine bæði, ég með bæði downloadið á símanum minn og eitthvað. Ég ætlaði að fara að skoða þetta almennilega. Síðan fór ég að horfa á þetta og ég svona, vá, ég veit svolítið svona hvað er að gerast nú þegar, ég þurfti ekki að skoða þetta eins mikið og ég held. Okay. En ég er mest ánægður að það sé loksins komið aftur Taito Iwasa Fight Week. Já, loksins getur maður Langt fengið síðan. Ég held samt því miður að það tapi. Já, Hann er aðeins. Bara hendur Taito Iwasa. En samt hver veit, þú veist, ef að Derek Lewis gæti fengið Hallelujah á Texera, þá er Taito Iwasa líka maðurinn. Já. Kannski hefði hann fætinn til þess að meika, ef að Tai tapar, bara hann og Derek Lewis. Rematches. Það gæti verið annarkvæmt leiðilegasti fætt í heimi eða besti fætt í heimi. Ég held að þetta verður ógeðslega skemmtileg fætt í einu lótu. Já. Já. Það er en gaman stemning. Já. Shit. Það getur verið rosalegt. Lopez tapar fyrir Alexander Volkanovski, vinnur Gene Silva og beint í title fight. Mjög umdeilt, sko. Lélegt. En sko, hann tapaði náttúrulega fyrr í viðurrenginni frekar sannfærandi, eða ekki? Veistu, hvað fannst þig? Og mér minna að það hafi verið einu lóta. Og það var bara því að hann droppaði Volk. Já. En út fyrir það var þetta bara smooth sailing fyrir Volk. Ég var það ekki. En sko, Lopez var ekkert að skjóta í fellu í þeim barda. Ég vann þetta pening á hann á móti Volk. Já. Hann var ekkert að skjóta í fellu. Nei. Ég átti von á því að þú veist, hann myndi... Ég held að fólk sér bara ekki tilgang á því að reyna að sveppa Volk lengur. Eftir Brian Ortega, ég held að ég sé engin tilgangur í því. Samt var svona leiðin að sigri, maður haldi að vera í U1 því á Jacob Lopez. Það er snabbt að streka. Volkanovski er bara solid alls þar hann er fyrir. Já. Það er líka, það er svolítið svona slandaðir á bara svona hvort hann, eins og þú veist, það var verið að tala um hvort hann gæti unnið Lopez. En síðan, þú veist, hann er með, 2 töp nýlega á móti Ilja og það tap búið að eitsa vel. Það var líka alltaf quick turnaround fyrir hann. Já. Og svo er hann með
KO á móti Islam. Short notice. Já, short notice, bara með, 5 daga fyrirvara eða eitthvað, þú veist. Og hann vann fyrsta barða á Íslandi. Já, Við þú erum veist. saman með því. Tækt, sko. Já, mér finnst það tækt bara. Já, enda samlega. Líka bara að maður sá Íslam eftir barðan og Volk eftir barðan. Já. Það er aldrei viðbúr. Sko, málið er bara að, sko, Volk kláraði síðustu lótinu og svo fucking dominantly og á hann að lemja hann. Já. Að þá var maður bara svona, fuck, hann landa hann, einhvern veginn. En svona lóti fyrir lótið og heldur minnum með að ég hafa skorað þetta fyrir Ísland. Já. Já. En andlitsgreiningin segir. Já. Hóttið. En já, ég held En að finnst ykkur, ég segi bara verið að standa og stræka. kannski svona á myndi því. Ná honum niður, já, bara. Volk það svolít, sko. Það ætti bara að reyna, þú veist, það ætti að reyna kannski, þú veist, mixa einhverju inn, en ég sé ekki fyrir mér eitthvað svakalega svona sterku gameplan þar, sko. Það er líka backfire Já, í kleinsinu við Volk. já. Er ekki Volk mikið æfið í Tælandi líka? Jú, hann múið að vera Já, mjög þú veist. Ég sé bara mjög lítinn tilgang á þessu rematchi, sko, þú veist, ég held bara, þetta verður bara mjög svipað ef þetta var seinast. Ég held Já. ekki, ég held hann blandi inn wrestling og takedowns Sko, og... Diego López er búinn að æfa mikið með Önnu Gutierrez sem er Olympic wrestler, systir hennar Lupita Gutierrez. Þannig ég get ekki séð annað fyrir mér en að hann ætli að reyna að wrestla við hann. Já. En ég er samt held að mun ekki bera neitt á hann. Nei, Nei, munið ég eftir bara Íslam barðan. Jú. já. Og Íslam gæti ekki pakka honum saman í wrestlinginu. Já. Og Ísland var alveg sterkur 155 eða ekki, Já. alveg svolítið stór, sko. Já. En ég held persónulega að það sé sama niðurstaða og vanlega sko. Já. Ég held að það sé meira close, sko. Já, kannski bara leiðinlegri fætt, jafnvel. Nei, ég held að það er skemmtilega fætt, ég held að það er meira close en ég held samt að Volkanovski eigi eftir að reyna. Það er þetta kóminist. Það búrkir á móti. Já, búkir að sundi. Það verður meini vendi. Það er alveg fætt. Það búrkir sjálf og... Já. Það var líka að segja það daginn að hún langar bara að klára MMA eins fljótt hann getur svo hann getur farið að vera businessman. Já. Hann er alltaf komið með eitthvað svona backyard fighting Já. dæmi í gang. Já, 1 minute scraps. One minute scraps, já. Sko, ég... En já, hann er góður í mjög. Já. Ég er saman. Ég held að hann sé eigi ekki mikið eftir sem svona top tier fighter sko. Ný. Það er alveg gaman að hann. En hann getur Já. farið, hann getur, þú veist, mætt hverjum sem er, saman hvernig góður það er í vídeoplanum og við fáum skemmtilegan fætt. Já. Já. Sjáu það kom út nýlega að ég held að Arman hafi brotið nefið hans Já, með skallanum þarna í face-offinu. einmitt. Það er alveg mestir durstur í UFC. Já. Sorry, það er ykkur viðtalið með það nýru drama. Herru, við höfum hérna, ég þarf á spádóminn ykkar fyrir árum við tölum Dan Hooker og Benoit Saint-Denis, alveg í þaula sko. En Coolbet segir 1.67 á Volkanovski, 2.25 á Diego López. Ok. Er þetta sanngjarnt stuðlar? Já, mjög sens fyrir mér. Það er ekki að stuðla, sko. Er það ekki bara, finnst þér ekki að Volk ætti að vera meira favorite? Eða? Nei. Ég er alltaf með hræðilegt bet-strykinn á Coolbet, sko. Já. Ég hef reynt að kasta inn svona, ég hef reynt að kasta inn á UFC svona risky bets. Eins og veist, ég sett á, ég veit ekki hvort ég vil setja þetta í lofti, en ég setti, 2 eurur á Chris Moutinho að vinna Malcolm Wellmaker. Eða var það Joshua vann? Nei, Malcolm Wellmaker. Það sem og hann, síðan vaknaði ég og Chris Moutinho bara steinrótaður. En það var bara því að hann var með einhvern 20.000 lánum. Já, það var ekki gott vett. Ég var reyndum helginn bara, hvað er gaman? UFC byrjaði aftur og ég byrjaði að taka fyrir. Svo ég líka með bet á Sean by KO yfir með Rab. Þarna er rematchinu. Já. Það var líka lélegt bet. Já, það er ekki kannski. Hvað er gæt play to win, sko? Já. En mér heyrðist við allir vera á Volk-vagninu, eða? Já. Já. Hann tekur þetta decision, hann vinnur 3 lópið. López stund 2. Ok. Þá skal ég gúttira hérna, það afgreitt, þá skal ég gúttira hérna að við tölum Hooker. Já. Ég held eins og að Benoit Saint-Denis var róti Hooker. Rótið að söppan. Já, Hann finish í dag. gæti hann söpma hann líka. Hann var alltaf með flott finish á hann söppaði hvað var það, Rufi, eða ekki? Mauricio Rufi. Jú. Söppaði hann daginn. Einmitt, já. Við, einmitt, Rufi er svo barndaginn bara þannig. Já. Við kölluðum það einmitt í fucking podcastinu fyrir þann fight að BSD myndi söpma.
og við settum hann á Já. fyrsta MMA parleiði sem við heitum. Já, það er rétt. Nú er hitt hann BSD er náttúrulega rótaði Benil Darius bara eftir 20 sekundur, Norður tapaði á því, það fyrir að borða sítrón. Já, sætla minningar. Já. Já, mjög sætla minningar. Ég var næstu búinn að setja peninga á Darius af því að einhver gaur á Instagram var búinn að sannfæra mig að tapa á móti Oliveira og Sarukian þýðir ekki neitt. En ég ákvað á móti því. Ég er ánægður með það. Já, það var gott mjög. Ég verð að segja, ég held að ég hallist að Benóti sem þetta nýja sem það. Já, Ég er ekki bara búinn að taka á mikinn damage og, þú veist. En það samt ekki, gæti samt kannski verið svolítið svona eins og Poirier-bardaginn, þar sem að Saint-Denis er bara alltof inn í þessu og þú veist, vill gera kannski svolítið firefight með húkar og kannski labba inn í. Bætti sér rosalega mikið eftir Poirier. Já, Sérstaklega við síðust tveim börnum. Fekk slæmt staffinfeksjun í kampinu fyrir Poirier. já, það. Þú veist, hann væri bara nýkominn að sýklilegu gúru og þess vegna held ég hann að vilja bara eitthvað, ætlum bara að klára þetta inn í fyrstu lóta að hann verið þreyttur. Og það kom... Poirier og Hooker er ekki Nei. sama mál. Nei. Já, það. En sko, svo er náttúrulega punktur með þetta er að þetta er langt ferðalag fyrir Benóti Saint-Denis. Af því að þetta er í Ástralíu, sko. Ég var einmitt að vona eitthvað heitir í Ástralíu, eða kannski er þetta bara eitthvað gett snemma. Þetta er bara ameríska pay-per-view tíma. Já. Þetta hefur yfirleitt verið á góðum tíma. Já, það Því miður var fyrsta UFC-eventið sem ég horfði á var Islam og Volk-rematchið í Ástralíu. Já, var það ekki bara fín tíma? Jú, en það er ekki góð hlutur. Nei. Það er Volk var rótaði. Þetta er bara sami tími og kallið síðustu helgi. Já, ok. Er það eitthvað Paramount Plus Guinness? Ég þoli ekki. Þetta er líka gert fyrir mig. Shit. Fyrr, samkvæmt. Já, geðu. Það er eitthvað. Það verður líka svona Evrópukörtin verða bara ljóttina á eitthvað. Það er byrjað að gera það í boxi svolítið núna, eins og þegar Canelo keppti í Arabíu við William Skull. Arabíu er yfirleitt, þú veist, þegar þetta er í Saudi þá er þetta yfirleitt bara klukkan 8. Þú búið klukkan 12. Sátirinn eru bara sama tíma og við, sko. Já. Já, en þetta er bara, þetta er yfirleitt bara á mjög fínum tíma, sko. Þetta er bara kvöldið. Frá 8 til 12 eða mestalagi til 2 en það var sett Canelo á sko bara hann vaknaði og fór að keppa skilur þú veist þetta var ekki að hann hafi verið vakandi skilur allan daginn hann bara það var klukkan 7 morgunin í Arabíu bara Mér finnst fáralegt að segja verið eitthvað að þú veist fara eftir einhvern tíma í einhver annar heimsálfu þú veist það á bara að vera á prime time þar sem þetta er já 100% því ekkert að vera að gera Fæturinn Við sáum þetta undan á haldið meðan þeir voru bara þreyttir og Amerikanir sem voru að koma þeir þurftu ekki að breyta neinu þeir voru bara signir líkamskröfu heimamennir búin að vera eitthvað þú veist að þurfa að æfa á nættin alltaf að snúa klukkunni sig á móti náttúrunni og sólinni og þú veist bara þetta er gaman Já, þetta er umöðuð þróun sko. Þetta er bara stúpid, það er líka bara hvernig þú tekur í burtu af fanbase-inu þínu þar. Hvað er tilgangurinn að þið halda eventana ef þú ætlar ekki að fara eftir þeirra tíma? Hver nennir að kaupa miða á fucking 100 kall Já. og þurfa að mæta hann með nótt? Já. Ég er ekki glænt að bjóða mér þetta. Allt breytandi sem voru í London bara orðnir haug, bara klukkan 2 nótt í ykkur stefnum, við bara meinum eftir bara klukkan 5. Allir bara sofnaðir, dauðir bara. Já, aðalegt. Eru allir Benóti Saint-Denis? Já, ég held að það. Og já, Benni, þú segir söbbið, þá held ég, já, ég held að söbba. Það er allan mjög flott á Rúfi, sko. Og hefur, talandi Rúfi. Hann næstur. Já, 1.30 Benóti Saint-Denis. Það er ekki komið. Er komið hérna? Nei, það er ekki komið. Það er ekki komið sem að mættu til vikturinn. Nei, en 3.70. Það er eiginlega aldrei svoleiðis í boxi, mér finnst það svo leiðilegt. Það er eiginlega aldrei neitt svona, þú veist, ég get ekki betta á KO eða neitt svoleiðis. En samt í svona, þú veist, ef það Usyk eða eitthvað þannig, þá er það sko. Það er kannski ef þú ert að spá einhvern svona minni börnum, þá er það ekki að spá. Já, en þú veist, til dæmis með, ég held maður ekki sett á Canelo mútið Crawford, til dæmis. Jó, það? Já. Nei, kannski. Ég held að ég hafi reyndar bara ekki þórað að betta á þessu ábanda. Ég grændi vel á tennis, maður var pluss manni til Crawford. Með 200 € maður. Já, mér pirrar á ráðaðkvöldi. Ég er mikill Canelo fanboy. Já, ég trúi því. Herru, Mauricio Rúfi á móti er að fara fyrst. Þetta verður fucking fight. Já, ég held að fyrst ég taka hann. Já, ég held það sko.
bara Já, reyndari bara og... að sjá hvernig barnaði þróast. Ég held alveg að Rúfi gæti, þú veist, hvernig hann strækar. Hann gæti að dansa í kringum hann og meita hann í outside. Já, það getur þetta verið. Það er líka með svo okkur angle, sko. Fissi var aðeins meira trukkur beint á hann, þú veist. Liður svo stillin hans virki vel á Gaethje og þó hann tapaði náttúrulega, en virki ekki hann straight forward í gang. Ég held að Rúffi er ómikið eitthvað svona setja hluti upp og eitthvað, ég held að hann eigi bara eftir að eyða tíma í vitleysu og ekki vera að kýla nú mikið og Fissi fannst þér að vera bara búm 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 búm. Já, hvað var Fissi, við hvað kæfti hann áttu senast við þarna í Azerbaijan? Gaethje? Nei, eftir Ignacio Bahamondes. Já, Bahamondes, vann hann ekki það? Jú. Já, þú veist, ég held að mér minnir á frá því sem ég sé frá Fissi að það er bara mjög solid striker, gott pace á honum, góð spörk eða ekki? Jú, það er bara gott mútið. Já, bara nokkuð gott. Og líka bara, ekki getur alveg ekki í glíma, það er Rúffi, sko. Já, mér minnir að mér fannst þetta bara svona, þegar ég horfa á þetta on paper, að ég fann að skoða þetta svolítið frá einhverjum sem var að reyna að segja helgina með, þú veist, hvern er Patti búinn að vinna, skilur? Og þá er ég svolítið að skoða svona, ok, besta vinnið hans Rúffi er Bobby Green. Já. Eða ekki? Jú, það mætti alveg færa rauk fyrir því, sko. Það er engin önnur nöfn á það, sko. Nei. Já, það er ekkert svona top 15. Jamie Mularki. Já. Það er alveg, það er tvinn, sko. Er það ekki alveg að agea vel núna? Er það ekki alveg að standa sig Mularki þarna? Mularki er þessu karti. Þeir eru sko Ástrala mútið Ástrala. Hann er frá mótið þegar að senda Jamie Mularki sem er búinn að vera bara einhvern svona vinnuhestur bara, þú veist að, ganga vel og bara flottur solid gæi, búinn að representa Ástralíu gett vel og núna ætlar að mata hann í sitt heitasta prospect, Quillan Selkin. Já, nýja. Já. Sem er mjög efnilegur. Já, og mér er svo skrítið að þeir ætla, þú veist, það sem Jamie Mularki hefur gert fyrir MMA í Ástralíu, ætla bara að fýta hann til Quillan. Já, er búið að skipta þessum barndað út hér? Já, greinlega. Já, greinlega, já. Jamie Mularki hefur komið að þetta stæðin. Betur. Já, var ekki Selkin, hann steinbrótaði hann Hakbarst. Já. Já, alveg illa. Það var slæmt. Hvað er prediction á næsta MMA-bardagann hans Bigga? Já. Já. Fyrir eftir mig hvernig þú taka, það getur svona Ríski Collins hérna, Arnóður, Steina. Já. Er eitthvað sem ekki skora á MMA? Hann ekki skorað á mig. Þegar þú taka barnaðan þeim við Viktor Sóega. Það var nú upp á að tippið þá. Ég skoraði á Nonna MMA um daginn. Já, það? Nei, mannst ekki þegar ég sendi þér mynd af FBC og ég er að koma. Já. Af því þá var ég að byrja að jiu-jitsu. Já. Ég held að það væri bara eitthvað kipp í Það er bara eitthvað svona rönn eins og við erum klíma. Þú fórst landið klíma, við erum bara að taka svona rönn. Já. Það er enda sniðið. Það er geggjuð líki. Þetta verður aðeins ljótara en klíma kannski. Já. Ég er að fara við ykkur báða þetta. Við tókum inn eitthvað eldúsbar hérna frammi. Já, það líka. Ég hef líka að spara við eitthvað svona í professional setting. Þú veist, hann kom náttúrulega í trainingkampinu sinni fyrir því að boksaði mig og Alex. Þeir bara fóru létt í mig og létt í mig. Það var bara, þú veist. Mér finnst bara gaman að segja það við boksafólk, eins og mér finnst óslega, þú veist það, öllum segja alveg saman það. Ég hef sagt fólki um þetta og þeir bara, En þú veist, ég hef boksað við náttúrulega Mikael Pjatrov, sem var Evrópumeistari og eitthvað, hjá WBO-inu. Mér finnst það alltaf að vera super big deal að ég hafi gert það, en það er kannilega ekkert eitthvað big deal. Nei, mér finnst það alveg bara, það var skemmtilega að hafa gert það, sko. Já. Það er ennþá, ég er með það í töskunum minni ef þið viljið sjá. En ég lánaði honum, þarna, bokshanskana mína, þegar hann fór að spara við Alex einhvern tímann. Og, þarna, nefnir Alex var að fara í gegnum eitthvað tímabila sem var alltaf svona að springa og bara stanslust að leka blóð úr því. Það er ennþá bara, að því að það er svona efni hér, þú veist, bara svona mjúkt efni, ekki leður. Það er ennþá bara, þú veist, það er bara appelsíngul. Eftir allt blóðið sem er búið að harðna, þetta er ógeðslegt. Sick. En Valdur, mér finnst það bara að tekja. Já, sko, Steina við sjálf degja. Þetta hefði verið ég að berja einhvern, en af því þetta var Mikkel að spara við Alex, það var þetta svolítið svona óverðskulda blóð. Já, ég skil. Ég á hvíta hanska upp á hillunni minni, og fyrstu hanskaði minni, og voru bara dekkar í blóðinu sinni, og það sést svona eftir svona línunar. Já. Þetta er... Já, Það er töff. Ramendin.
Já, ég digga það. Ég skal taka áskorunin MMA bara. Ég er náttúrulega bara, ég er ekki búinn að glíma síðan í ágúst. Já, það er alltaf, ég er að glíma ógeðslega hart núna. Ég ætlaði hérna á ADCC í Serbíu. Aha, Já, hvenær? 14. februar. Já, Stebbi er líka þannig. Já, Stebbi er það. Fuck já maður. Helvítið Stebbi maður. Stebbi gaf út þarna Svo einhverja... lendur bara á móti honum. Nei, það er ekki sama fokki, sko. Ég er einhver svona Masters 2 sem er 35 plus, blábeltingar, mínus 77 kíló, skilur. Oddly specific. Já, og þetta er svona undir 2 ára reynslu, skilur. Sko, lítur alveg eins og þú. Já, þetta verður einhver snarakói með yfirvöldskegg, skilur, og bumbu. Litla bumbu. En maður þarf svona að glíma fyrir þetta, sko. Þetta er örugglega bestu blábeltingur í heiminu. Já, 35 ára eldri. Það er sviðið sem þú vilt vera. Já, bara fyrir reynsluna. Með svona keppa í svona skiptingum er ekkert eitthvað svo slæmt, sko. Opna líka bara fleiri flokka fyrir fólk. Já, annars væri maður ekkert að fara, skilur. Já, akkurat. Þú veist, þetta bara promóta meiri keppni. Já, nákvæmlega. Stebbi gaf út svo fyndin ból. I love Stebbi, bara hvítu bólur, bara ég hjarta Stebbi. Mikið sem er. Já, Samt, sko. og ég er svo mikill pepperoni-strákur, sko. Ég peppa allt svona, sko. Og ég er alltaf keypti bólinn. Og þannig að ég er bara eitthvað, það meikar ekkert sens að ég bara, eitthvað, ég er 40 aldrei, sko, ég er 36 aldrei. Ég get ekkert verið í hvítum, ég hjarta Stebbi ból. En ég stiði minn mann. En fekk media passa líka, þannig ég get tekið einhverja myndir af honum og dokumenta þetta. Cool. Það verður geðveikt. Var stemning. En ertu bakk út af þessu áskorun? Ekki endilega, en ég þarf kannski hjá okkur í HFH. Við vorum að byrja að gera það um daginn og ég ætlaði kannski að pröfa að stökkva inn hjá þeim ekkert og sjá hvernig við líður. Já, geðveikt. Ég ætlaði að mynda að prófa að mæta þarna á svona... Já, þetta var rosalegt. Við erum bara með einhverja litla dýnur sem við leggja þarna saman. Já. Og það var alltaf bara svona, það er nóg fyrir 4 pör á gólfinu. En svo bara svona komu fleiri inn og ég var svona, ok, cool. Fleiri inn. Núna er fólk farið að bíða að sitja á bekknum þarna í HFH eftir að fá að komast á með þið. Sér koma fleiri inn og bara, heyrði, ok, þetta hlýtur að vera búið núna. Og þjálfarinn segir ég bara líka svona, já, ég sendi bara á einhverja svona nokkra að bjóða en ég skil ekki alveg hvernig onnið dreifist svona. Síðan er ég að labba út úr HFH til þess að fara gunna í krónuna og þá segir Daða og konuna slappinn. Okay. Þá var ég bara, nei, heyrðu. Þannig að við erum mætt á openmattið. Já, þetta er eina openmatt sem hefur verið. Já, geðveikt. Ég ætla kannski að pröfa að rúla næst. Já, let's roll. Who knows? Let's roll. Herru, hvað var það að tala um? Já, Fissi á móti Rufi. Hvernig er hérna Naked Picks? Ég held Fissi decision. Decision, sammála. Það er Rúfi knockout. Rufi knockout. Það er sko 1.83 á Rufi á móti 2.03 Fissi. Þannig að Mauricio Rufi er smá favorite. Ok. Ég tek single á Fissi, sko. Já, Það er klart mál. ég finnst ég gera það líka. Já, Ég er bara að hafa reyndar alveg ógeðslega mikið rangt fyrir mér upp á síðkastið, sko. já, ég er á saman bát, sko. Þá veistu að þetta er alltaf komið. Herru, Weirboxing Smart segir call out áramótin Amnesia í janúar. Crazy. Þannig að það er byggi. Já. Það er... Æ, mann ekki eftir þessu. Don't remember this. Herru, Tai Tuivasa móti Talisson Texera. Ég held. Talisson Texera. Texera. Já, það er einhver að pæla í... Þeir eru samt með nokkuð svipum stats, skilst mér, með svona takedowns og allt þetta, sem er náttúrulega bara 0. Af því að Texera hefur ekkert kert þannig mikið. Já, þannig að þetta verður... En Texera er bara alltaf langur held ég fyrir Tuivasa. Kannski líka, þú veist, kraftmikið. líka Tuivasa er bara, hann var svo ógeðslega feitur í fyrra. Já. Hann er náttúrulega að koma af layoff af því að hann var bara eitthvað, hvað var hann, ekki 300 eitthvað pounds. Tvö vasa. Já, hann var alveg bara, ég sá einhverja mynd á honum á æfingu, hann var bara orðinn eins og þau kúla. Já. Skilur við? Hann er líka bara búinn að vera bara vonlaus í búrinu. Já, bara hvað hann ekki að 3 loss skit eða eitthvað svoleiðis. Þannig að 5 barða. 5 bardaða skit. Tveir færa fyrir 5? Já, Silvio. Það er En samt sko, þú veist, þetta eru góð nöfn, þú veist, þetta er Cyril Gane, Sergej Pavlovich, Alexander Volkov, þetta er bara 3 efstu kontenderarnir. Og svo Marcin Tybura og Jairzinho Rozenstruik sem er alveg góður líka. Þannig að þetta er allt erfið bardagar sem hann er búinn að fara í og tapa. En samt, þú veist, hann er ekki búinn að líta vel út. Nei. Ég sá vídeo hann sparraði Bóðatan.
Já, það var eitthvað lítið. og bóð það bara skúla. Já, Og litur það bara miklu stærri. sé hvað ég trúi þig. Ég bara vorkenni svolítið 2 vasa, sko. Já, þú veist hvað, hún gekk ágætlega á móti Gani í byrjun eða ekki? Þú veist, náðulega að gera þetta alveg fætt. Alveg smá. Síðan var hann stoppaður, eða ekki? Jú, í 3 lókum. Já. Bara alveg í lókum. Já. Stuðlarnir Það var endurspegla. fight on the night, sko. Þannig að hýttur að hafa staðið sem svo ágætlega. Já. Stuðlarnir svona gefa þetta kynna það sem við erum að segja, skilur. 1.33, tek sér að 3.50, 20 vasa. Það er ekki snert all. Það mætti vera svona 7. Já. Það er hótt 7, það er tilbúinu skóin að... Nei, aldrei mun ég gera það. Nei. Man líka þegar að... Er það þegar þú drekkur ekki áfengi eða er það þegar það tekur skórinn og Bæði. En bara, þú veist, eins og þegar... Nei, bara. Svo ég er búinn að Þú ert hægt að drekka áfengi líka. Er þetta ekki á svona... Jú, ég er á Já. 70 challenge. Nei, ég get verið meitt áfengislausan svona. Ég er náttúrulega, ég er búinn að vera aðeins í 19 ára, þannig Já. alveg með það búinn að vera aðeins lengri í leik. Mér finnst ég er bara að býta tækjuminn til að fá mig sjúi með þú í vasa en svo er bara að tapa 5 sinum með röða og nú er ég búinn að taka ákvörðum að hætta að drekka áfengi. Þannig að I've lost my chance að taka sjúi með 20 vasa. Ég gæti ekki ímynda með neitt umulegur en taka upp skóum minn, setja áfengislausan bjór út í hann. Láta byggja hrækjun í hann eins og Volkanovski gerði það einu svona. Hrækja. Hrækja ofan í skó? Já. Mást ekki, semst því það var að hugsa skipur það? Klíkan, ekki. Þú í vasa var að taka sjúi og það var saman kvöldin Dustin Poirier var eitthvað gæðin ekki fram á hot sauce og tók bara einhver hot sauce og setti bara onni í sjúi og svo tók á hann og bara Shit, En ég held að tekst sér að taka. Já, ég er samanlega. Ég vona samt að... Ég vonandi að verið fænt. Já, mér langar reyndar í sjúi. Ég ætla að vera tilbúin með sjúi. Já. Já, geggjað. Áfengislausan bónda bara. Já. Ekki hægt að vera með áfengislausan í sjúi. Jú. Challenge segir það, sko. Það er áskorun. Já. Herri, Þannig að gifin bara. Quillan Saltgild á móti Jamie Mullarky. Þeir opna kartum. Ertu ekki að sleppa Dustin Jacoby? Er það líka búið að hverfa? Ég er að fara ekki að tapólitíð, sko. Ok, þeir eru... Þeir eru alveg on it, sko. Það var líka bara út, sko. Jú, maður sjá, Jimmy Crute og Dustin Jacoby er dottin út af því að Crute breif ACL. Já. Sem er vont. Já. Sko, Mullarky er svo mikill svona vinnuhestur, meðan Saltgild er svona ógeðslega tæknilegur strækjar. Ég veit ekki hvað mér finnst hann að fæta. Þetta er bara stylistically slæmt matchup. En stuðlunum segir sko 1,12 Saltgild á móti 6,75. Það er bara super mikið hæp fyrir Quillan núna að þú veist, þetta er smá rugl, sko. Jamie Mullarky er bara solid gæi, þú veist, hann er bara svona solid, bara, þú veist, hann er ekkert sérstaklega góður, hann er ekkert að fara á okkur rankings, Nei. en hann er samt ekki gæi sem valtar yfir, sko. Nei. Hann er alveg crafty son of a bitch, sko. Þetta eru 2 Ástralar. Ætli veðmála síðan að viti að þeir eru búin að sparra x oft saman og Saltgild vinnur eða eitthvað, þú veist. Kemur svona skoff í steinari. Ég held að fólk sem eru að betta á þetta sé ekki að spara þannig í því. Ástralir er stærri en Ísland, sko. Það sé ekkert allir búin að spara. Já. Er Ástralir samt stærri en Ísland? Já. Er það Nei, sko. Það er kannski heimsálfa. Kannski er þetta heimsálfa en ekki land. Þetta er ekki næsta af listanum með það. Hvað, það sem er með? Þess að setja í Þetta kæft. er hann. Já, Next up, svona. já, þetta Það er væst til að... Það var. Já, bara taka þú. Að hætta að taka í vörðum. Er það ekki næst? Þannig, þú var alveg betur fyrir til börnum sem horfa. Hefur fáið ekki hjartaáfall? Nei, þykir maður ekki að segja, það er alltaf verið svakalega fréttir fyrir þig, ekki fá hjartaáfall, en... Nei, Gott að þetta er grína. já, í alvegni, ef ég ekki fengi svo hjartaáfall, ég er bara að segja það, ég fengi alveg næstu í samvinskupið, sko. Fengið hjarta á það. Já! Mér finnst það betur að þetta sé það sem við erum að stríða með fyrir en ekki eitthvað annað. Er eitthvað annað en Já, það er svo margt annað. Aha, ekki missa það. Nei, þú hefur ekki mistað neinu. Þú hefur nýtt hvert tækifæri til að stríða mér. Já, og þú líka svo sem, sko. Já,
Ég má ekki... Stöðugt stríð í gangi. Já, Það skemmtilegt svolítið. við hjónin með það. Ég ætla að gefa þetta á Jamie Mullarky. Ég held að hann taki bara góðan svona vinni hesturinn sem að grípur bara utan hann, dregur hann í gólfið, svona stærri og þyngri. Já, ég held að Já, ég veit mjög lítið þessi prílin, Ég held að hann geti unnið svona ljóðan sigur á Já. Quillen, sko. Og það verður svona reynslutap fyrir Quillen svona. Og eitthvað svona lendi í ykkur svo þungum, svona grændir bara. Hann sagði ekki oft alveg svona röff. Fer hann ekki inn alveg svona eftir rosalega tæknilega. Fer hann ekki inn alveg. Jú. Hann Það gæti þú step off twistur bara. Gæti, Já. en ég veit ekki nógu mikið Mullarky, sko. Nei, en... Maður veit ekki alveg hvað maður hefur, en stundum er maður bara tjóðan flottur og stundum bara svona, Já. veit. Við ættum náttúrulega aldrei að vera að ræða þetta sem eitthvað mengar þetta, sko. Ég vil að lesa næstu aðtöðasend frá Ég geggi eitthvað þú skrefa undan núna. Já. Herru, Mér er gaman að kíkja á það með það er ógeðslega fyndið ábending. hérna... Var þetta eitthvað með mig? Nei, Nei, það er ekkert allt um þig, maður. Þetta er vissilega Steinar og aðdöfndan hans sem er í stafnum. Það er líka komið undan að lesa þetta, sko. Já. Steinar, af hverju neyjur þið alltaf fyrir salnum áður nú lappar út? Respectful king. Respect for the sport, respect for yourself. Ég hef náttúrulega byrjað í YouTube, þannig ég hegjaði maður á YouTube. Þess vegna er bara cool. Bara... Já. Er það að taka djúpa neyju eða? Nei, það er bara í kerfinu alltaf ég er að setja vatn eða eitthvað, hnegjum alltaf út. Alltaf að gera grín á mér, sko, en I don't give a fuck. I don't give a fuck. Hei, bara sækja vatn. Nei, menn þetta er ekkert eitthvað ceremonial, það er bara, maður hnegir sér bara út. Þetta er bara, Já. bara ræðið. Já, ég tekið það. Er ekki líka bara að setja í bóksinu? Það er alltaf neikur. Já, þannig að fyrir bara Já. það, fara svona hreyðis við Bara dómar. eitt um það. Hæ? Bara eitt um það, bara með þessi fyrir árum. Jú. Já. Og okkar maður segir, don't listen to the haters. Þú kannu að halda þessu áfram bara. Djöfull lakar mér til að vita hver Clips Media 76 er. Ég er alltaf einhverjum leynigestir svona í salnum og ég ætla bara, hver er það? Óglóði. Herri, ég ætla bara að rappa þessum þættu. Við komum 2 klukkutímar á klukkuna og ég verði bara þetta er gott. Er eitthvað svona stingur því í auga það svona varandi prílinn sitt? Varandi prílinn sér? Já. Hérna, Traps King. Oban Elliot er það. Já. Hann er búinn að vera mikið með Hákonu og Jóns Alínas. Já. Þeir ánum hjálpa honum eitthvað þarna. Hann þarf að komast ekki tilbaka eftir að Sýnt hann eitthvað. þarna. Oban Elliot það var svo mikið spennað fyrir honum. Svo tapaði hann á móti Kó. Þannig að Já, KO. Gauri sem hann Það heitir heitir KO. Shit. Tapaði á móti honum. Þannig að hann þarf að komast ekki tilbaka núna. Ég er spenntið við því. Svo er náttúrulega þarna Road to UFC finalið eru fyrstu bardagarnir. Já. Fyrstu 4 eða 5 bardagar eru... Það er öll í prílum, bara allir. Já, það er bara hérna Road to UFC. Já. Og svo er hérna Torres Finney Já, sem átti Traps King. leiðilegasta, þú veist, villingurinn með enga hálsinn. Já. Hann átti óslega leiðilegt að búliða frá Róbert Valentine með glímu og bara kýldi ekki eitt högg. Nei, shit Ég hvað myndi minn. svo alltaf glæða. Gaf sigurinn bara út af að hann bara skora höggin, sko. En hann er frá Jacob Malkoun sem að, þú veist, verður kannski svolítið erfitt að búliða svona eins og hann gerir Róbert Valentine. Þannig að við fáum að sjá what Torres Finney is made of, sko, af því að hann er bara 11-0 og Við náttúrulega sjáum hvað hann ég sko. virkar, já, Bara hann virkar hérna, þú veist, hann virkar, þú veist, erfiður að vinna, en djöfull hann leiðilegur í debutinu sinni. Já. Þannig að það er margir sem vilja sjá hann tapa, sko. Ég. Já. Til að mynda. En annars er svona, þú veist, við fengum gott kart síðustu helgi, við erum að fá annað pay-per-view kart núna, Já. en þetta kart svona, Þetta er ekki pay-per-view level ekki kart. alveg. Nei, þetta er bara Volkanovski, Lopez og hitt er svona. Ég vil segja að það eru 2 geggjaðir fætar þarna, það er main eventið og svo Fisif Rafi, svo eru svona, þú veist, Og Comain. Comain, þú veist, það er nokkuð bennasöndin í þessu, ég get ekki alveg kallað að geggjaðan fæt bara út og ég held að það sé ómikið munur á þeim, en sá fæt og Tuivasa Teixeira er alveg svona promising að gæti verið skemmtileg. Þó sé ekki endilega huge fights, þá er von á einhverju skemmtilegar. Kekja. Það er nokkur fætar þarna. Herri stókar, við erum alltaf mjög vann því að ef þegar koma góði gestir, þá fá þeir ynglingvöru til að taka með sér. Þátturinn er sérstu í boði Yngling, getur skoðað henni yngling.is, stera, sveppi og Sillegit. 15% afsláttur með 15 lótan 15 við checkout. En þið með endilega að taka eitthvað á borðinu, makka litlu grættablönduna, Sillegit, ræsinsveppi
Allt Ég eitthvað sem var að eiginlega bara hjálpar ykkur við... Tillögur hjá ykkur, ég hef aldrei fengið mér neitt svona. Ertu búin að hvað svo? Já, hvað er Ég var eiginlega að fá tillögur frá ykkur, ég hef eiginlega ekki fengið mér neitt svona sko. Fyrir þig, Benni, litla grændu plóta. Það er svona stíðið. Já, Og breyt ég mætti hérna, kærastin þakka fyrir. Nei, og líka, þú veist, gott að bá chillagett í töfluformi, þú veist, fyrir þá sem að nenni ekki að drekka ykkur pípur hins í, sko. Þú veist, Já, ég hef séð sílaskip, það lúkar ekki mjög gott. einmitt, þannig að hérna, þið með bara tækja ykkur eitthvað og hugsa málið og meðan ég kveð hlustendur. En við þökkum að sjálfsögðu öllum fyrir að hlusta á þáttinn. Við verðum aftur í beinni útsendingu að viku liðinni, líklega á mánudaginn. Já. Já, við erum svona á mánudögum nema ef eitthvað stórt kemur upp á. Okkar sketsjölinu sinni. Eða byggir Ég er bara að okkur sketsjunum í, ég er bara, þú veist, þannig ég bara að vinna mánudögum, mánudagskvöldum, þú veist. Ef þú getur borðað holt í smá stundin, skilur, þá er ekki svona mikið þess. Joke. Herru, takk aðeins fyrir að hlusta og við sjáumst eftir viku. Takk. Takk fyrir ykkur strákar. Já, Takk fyrir. takk fyrir. Takk fyrir komin. Herru, þvílík lukka. Gekka. Já, ég fann svo til með þið Steinar, við erum að fara við bókslutan, sko. Já. Ertu með hann að gæða? Ég líka gæti röflað að eilífu þetta síðan. Þetta er on fire, sko. Þú ert svaka.